27. mars, síðasti þátturinn af FN95 blöð í massa og þessu ári. Mölli grúur á fónunum, Auðun Blöndal heiti ég og sitt í mínu sæti. Við erum með fullan bát eins og, bara alla síðustu föstudag. Við erum með fullan bát núna í rúmt ár, því að það má enginn fara neitt eða gera neitt og ekki að fara að breytast næstu 3 vikurnar, því að við erum vist í 4. bylgju. Þau voru að hugsa hvaða hljóð var þetta, þá var þetta Steindi Junior og opnaði sér einn ískattan túborg. Hvað er það að dæma mig í byrjun þáttar? Nei, alls ekki, við þurfum að koma ykkur í gýr. Við erum eigin kæli eða sko. Já, en ég byrja þáttinn alltaf á, ég veit að þið langar að tala Steindi, en það er bara annar gaur sem er fyrirlið þáttarins og hann fær alltaf fyrsta orðið. Já. Þegar þú ert ofan fyrirlið, þá mátt þú tala fyrst. Ekkert mál. Því miður Steindi. Kannski verður við fyrirlið. Það verður frábært að þú myndir bara þegja þess núna. Já, ekkert mál. Ég spyr fyrirlið þáttarins, ekki búin að missa út þátt á þessu ári. Egill Einarsson, hvernig ertu? Hvenær misti ég eiginlega, hef ég mist úr þátt? Já, það er bara þú ert í þessum Tenerife ferðinu. Mögulega Tenerife. Já, og þú ert að fara inn að langa ferð, þannig að titillin er í Já, það er í loka árs og ég er að draga ykkur með sko. Veist hvað Steindi sagði um daginn? Er ekki eitthvað svona smá sjans að ég verði fyrirlið þegar Egill fer hann í einhverja 2-3 vikur í janúar? Ég bara hafði, nei, hann er ennþá fyrirlið. Það er svona bakum mig. Það er mjög leiðilegt. Ekki trúa þessu rugli, maður. Ég myndi aldrei fara baku þig, þú veist það. Ég er bara ekki verið betri, ég maður einhvern veginn betri. En ég er ánað með hugmyndinu alltaf að draga okkur með. Já, ég er til að koma með til tenni, alla daga. En sko, þú veist að við ljúum ekki á hlustendum. Þú segir þú er aldrei verið betri. Já, í dag. Þú ert ekki svona hress á miðvikudagann fyrir talaði við. En ég verð ekki svona hress, þú veist, kl. 12:30 í dag, sko. Nei, byrju, sko, þú varst það pyrraður á miðvikudaginn og þú varst orðin atvinnulaus og þú fórst út að borða og dast í það. Já, og þú veist, ég er búin að jafna mig út af því að ennina ferðina er búið að gera mig atvinnulausan. Ég held þetta væri búið, ég held bara ekki, nú er þetta atvinnulausi búið, þið loka aldrei gimmunum aftur, þið búið, 0 smitt og ég get fara að vinna og case closed. Nei, kom ykkur nokkuð smitt, fólk panikar og gimmunum skellt til ás aftur. Það kjafta þér, ég nenni ekki svona leikra á töða, ég er bara, ennina ferðina ég er með þessa vinnu, ég get mætt hérna fyrstu 2 tíma á töðað. Ekki missa hana, þú sagðist aldrei að vera betri. En málega eins og á miðvikudaginn, þá fór ég og var svona fullur og reiður með Vaff og Vaff, Coldfather, Gunn Lágsson, Sóla Hólm, Baldri, King Rikka G og rosalur hópur. Náður að vel reiður þar sko. Og þetta var bara búin að koma svo úr kerfinu. Já, fekk mér 2-3 kalda áðan. Þannig ég er svo nýr. Það er gott að heyra, við þurfum að hafa fyrirlegan feskan. En hvernig er dýrasti leikmaður FN95 blöð? Steinforsson. Fyllandi góður og fróðandi fyll. Já, ég er ekki þess að þú varst í þinn 8. skimun í gær eða ekki? Jú, ég vaknaði tussulegur í fyrradag. Já, þetta var á miðvikudag. Nei, þú fórst í skimun í gær. Ég fór í skimun í gær. Nú með hvað? 6 eða ekki? Nei. Þarftu ekki bara að leipa fólki að sem þarf að komast í skimun svona í alvöru? Málið það, ég vaknaði. Fórst ég raskat skimununa eða nefið? Nei, ég fór bara í nefið. Það er ekki raskat skimun. En okkur ekki að prófa eitthvað nýtt? Þú fór að fara 15 sinnum? Nei, ég er búin að vera 4 sinnum. Í 5. skipti þá mun ég fara beint til Kolbarans. Það er bara þannig. Það er raskat skimun. Þú getur farið þannig skimun. Getur farið í það á Íslandi? Já, bara, þú veist, skimaður þannig sko. Jú, ekki á Íslandi, það er hægt. Ég veit ekki hvernig fréttin var. Hvernig skimun fórst þú í núna? Ég skal segja ykkur hvernig það var. Sko, ég fann Halldór sett með þetta sem pinna. Má ég segja ykkur frá þessu? Það er eitthvað út úr þessu. Má ég segja ykkur frá þessu? Hristurðu þig meðan þú varst hinna? Nei, bara spura, það er svo gerðið. Já, það, heldur ég að verið bara með 300 manns bara að fá pinni nefn að vera hristan á saman tíma. Svo heldur góður. En ég ætla að segja ykkur hvernig það. Ég vaknaði tussulegur. Já, bara með kvef. Já, og sko málið er að þú veist, nei, ekki með kvef. Ég vaknaði tussulegur, bara með hita og svona. Og ég er svona maður sem fær ekki hita. Ég er á tussulegur, ég fæ ekki hita. En það er rosa skrítið hvað verður alltaf slappun leið og að koma inn í bylgja. Já, ég sko helst svolítið í hendur. Þú veist, eins og seinast. Heldur það gæti verið í hausnum að þér? Nei, eins og seinast þegar ég var rúmliggjandi veikur. Það er örugglega bara 2002 eða eitthvað. Þú veist, það er bara langt síðan. En þarna vaknaði ég bara, nú er ég bara slæmur. Það er eitthvað í gangi. Þetta er COVID. Já, hver voru einkennin? Ég var með ræpu, ég var með kvef. Ræpu? Já, ég var með vont að kyngja og ég var með svona þungan haus og bara svona eins og maður þess að vera veikur. COVID-einkennin? Já, og ég fer, og þegar ég var fórun á, ég sagði, ok, ég er örugglega ekkert með COVID, en
mér fannst þess að það væri samt svona mín það allir hvattir til þess að tjekka á sér. Samfélagsskylda. Ég gerði það. Sko hann ofduglur, við getum ekki verið að peppa og tala bara að vel gerst þetta er orðið óþægilegt. Já, en sko mála, ég hakaði í einkennum. Fólk er byrjað að hlæja. Ég var með komið með eitthvað 7-8 skimar. Ég var með helmingin. Ég hakaði helming af öllum einkennum og ég sagði, heyrðu, ok, anskotin hafa, ég er með helmingin. Þú googlar einkennina? Nei, ég bara, þú hakar í að þú pantar skimununa. Það hakar í, hvað eftir með? Og ég hakaði á helmingin. Og ég fekk tíma og þetta var skemmtilegast að skimunum hinga til. Nú, já. Þannig að það var gaman að þessu. Já, sko, fyrst var þetta þannig að ég var bara í bílum skrúanu, rúðu, fekk pinnan í hálsin og nefið og keyrði heim. Síðan þurfti ég að taka einu svona biðröðina, Áski Kolbins biðröðina. Og síðan hann er að lýsa svo mörgum stöð, hann er búin að fara svo oft. Já, ég hendar að elska góða COVID-sögur sko. Já, núna, þetta var geggja sko. Ég fór þetta á Suðurlandsbrautina, byrjar að ég að fara inn í svona, þetta var alveg svo í outbreak sko. Þú veist, það voru gæjar í grænum fötum, þú veist svona hilgöllum sem voru að segja það voru svolítið svona strángir sko. Samt var ég ekkert að snáðast. Ég lappaði bara inn og bara, heyrðu þú þetta, komdu hérna, farið hérna. Þú, það vissir ekki hverju ást? Nei, ekki neitt. Það er K.O. reyndar, ég veit ekki ég keyrði mig samt í gott hulaggerfi þarna, ég veit ekki það, ég var með grímu og húu og sólgleru með þess að ég fór hérna í röðina. Svo sagði hann mér að koma einhvern annað, svo hitti einhvern einni viðbót, hann skannaði síman og rak mig, það var að vera að reka mig áfram sko. Og svo þetta var svona, ég fór í gegnum svona álmu, þú veist, ég fór inn í herbyggi, svo í gegnum einhver göng og þetta var svona mjög skemmtileg. Og svo tróðið upp í nefið að þeirra? Já, nefið, og það var sko, hann fyrst tróðan upp í hægri nösina og sagði, sorry, ég ætla að reyna hina nösina, hann virkaði. Hann fór í báðan Baðst það? Nei, ég baði ekki það. Ég var bara næstu komið blóðun En þú hefur ránað með það, ekki? Þú ert að fá eitthvað kikk út úr þessu sko. Það kemur 0 óvart og þú er beðin að tjekka á henni líka. Held ég það? Ég fari einu sinni og ég er svona típan sem ég fæ einkenni I'm not going again sko. Ég fyrir ekki að smita bara 10 stamsan og kema annar í bylgjun og fara aftur í þetta helvík. Þetta er ekki það. Þau eru farið í draðina ekki sem bara þig Þú fengið pennan? Nei, ég hef ekki farið. Ok, þú verður að prófa þetta, það er mikið auðbjöð. Þetta er alveg óþægilegt sko. Ég mun að sjálfsögðu fara ef ég fæ ykkur einkenni. Þetta er svona 25 cm pinni og gæinn hættir aldrei að íta inn. Aldrei. Þetta er svolítið óþægilegt. Svolítið? Svo er þetta Þú er bara að fara sjösunum? Já, svo erum við líka bara fullandi mennstofn. Við fáum bara pinnan upp í nefið og svo fyrir við bara heim. Nei, maður fær einkenni, þá kíkir maður. Sko, þú ert ekki að fara að segja gesti þáttarins í dag að þú farir ekki í skimunni eða þú veist einkenni. Það er rándýr gestur. King Kári Stefán. Já, við erum að fá, já bara, þeir verði ekkert mikið dýrar. Ég er að fara að lesa yfir honum í dag. Og það er máli, ég er atvinnulaus enn ferðina og það er eiginlega basically honum að kenna. Því að núna þegar þú komið sér þessar fréttur daginn að þú veist, ykkur örfáir krakkar ykkur skóla og smittaðir, þá mætti hann 5 sekúndur seinna í fjölmjölum tuðandi að það er að skella öllu í lág strax. Það er honum að kenna í atvinnuleysi. Ég ætla að gíska á að vera ekki. Hann er bara að fá að heyra þetta. Ég ætla að gíska á að vera ekki jafn harður þegar hann mætir þetta. Bara ekki sjens, það verður svo leir í höndunum á hann. Það segir núna, ég ætla að lesa yfir honum. Hann verður svo smástrókur í þetta. Leif mig líka að minna ykkur á það að Kári Stef, hann gæti tekið sterakast hérna inn og lamið okkur alla. Sko, Kári er að fara að fá okkur mesta lestur sem hann hefur fengið silkihanska út allt. Kastljósinu, Harmageddon og Bylgjunni. Það fær ekki fyrir mér ekki silkihanska hérna. Ég er með rosalega spurninga fyrir hann. Vitið hvað fesmann smá í tautan á mér? Þegar maður sé virka að vera eitthvað svona ekki guð, nóg ánur Kára eins og eiginlega núna púlla bara hérna. Það má ekki gleyma því að þjóðin skuldar Kára og íslenska erðagreiningu heilan helvitis helling. Munið hvernig hann tæklaði Bylgjuna þegar það var að mæta einhver. Ég er samt sammála Agli þegar Kári steig fram og sagði, ég skal bara græja þetta. Við þurfum að koma með spurningar sem hann er ekki að fá allstaðar annars staðar og ég veit ekki með vettlingatök. Ég er hlakka til að sjá hvort að Egill verði jafn harður eftir þegar Kári Stefánsson er mættur í stúdíói. Ég er ekki bara að tala við hann í síma. Pakkaði saman það? Nei. En ég ætla bara að viðurkenna að ég varð pínu stressaður. Ég hringdi hann og beðið um að koma í þáttinn og hann bara já, veist, ég er lélega eftir hann basically pakkaði saman í síman. Ég skal reyna að leika. Hann sagði svona ég get komið auðun en engar áhyggjur af því að ég mun láta ykkur heyra það þannig að bara þú veist af því. Þannig að ég veit ekki hvað hann er að fara að segja þetta. Hann er að pakka okkur saman. Þetta er líka live radio. Hann er að fara að reyna. Það getur allt gest. Ég vona að gerist.
Hann æði út í miðjuviðtal og skelli hurðinni hérna. Það svona best case scenario eftir. Ég er ekki bara með ykkur COVID-spurningar. Ég er með fullt af spurningum sem ég langar að vita. Já, sko, ég hef aldrei átt jafn auðvelt með að semja hraðaspurningar og hann, það er svo margt sem ég langar að vita. En ef maður segir við þig bara, hérna, ég er ekki að fara í hraðaspurningar. Tróttu sem hraðaspurningum upp í sauðkræklingar raskat. Það basically auðvitað að gera sauðkræklingar raskat. Það er bara því að þú veist, það nennir ekki í Ef hann nennir ekki, þá segir bara neini, það er ekkert máli. En herru, ég er með nokkra spurningar á þig og bara spyrja þér hægt. En auðvitað, ég samt að segja Ég er bara undirbúin. Ég er með svo 40 spurningar, ég kvötta það niður núna. Auðvitað, ég skal samt segja þér hvernig þetta er í alvörunni. Ef þú myndir segja þér að tróða þessu upp í raskat á þér, þú myndir gera það niður þig, krumpa blaðið í kúlu og tróða það upp í raskat á þér. Það er það sem myndir gera svona í alvörunni. Sko maður, hann er ekki mættur. Við getum ekki verið svona harði núna, sko. Nei, hann er bara að fá álveru lestur hérna. Hann er ekki að mæta í kastljósið, sko. Ég held að fatt ekki alveg hvað hann er komið sjálfur sér út í hann. Ég er mjög spenntur að sjá þig lesið í Kára Stef. Já, nú er ég án ennþá spenntur. Ég ætla að fá mér eina góða síkartu og halla mér í sætinu. Ég held að vera ekkert villustæri. Ég ætla að fá þig bara eitt kaffibólla svona fyrir þetta með að þú tala núna eftir 2 kaldaði í hátteginu. Við erum líka með annars sem að ég er mjög spenntur fyrir. Það nýr dagskrárliður, drengir. Og ég fekk hjálp frá einu besta tónlistamanni landsins. Hann var svo peppar að heyra nýjan lið, spurði mig út á hvað hann gengur og heimta að fá að hjálpa mér að skýra hann. Og Jón Jónsson skýrði þennan dagskrárlið. Hann heitir Þekki eða ekki. Þekki eða ekki. Þekki eða ekki. Mjög gott nafn, John. Hefðu út að hlusta að taka fyrir það. John. Getur þú útskýrt þér okkur á nýja lið? Ég ætla að koma betri inn á hann eftir. Ég ætla að hafa hann snemma í þættinu. Ég er mjög spenntur fyrir hann. Ég elska nýja dagskrárliði. Þetta er basically hversu vel þekki ég gott annan og ég þarf að henda öðrum ykkur út á milli. Ég þekki ykkur annan mjög vel, myndi ég segja. Er þetta eins og ég getur betur? Fer annar okkar út á meðan? Ég ætla að útskýra þetta eftir en fyrst við erum byrjað að ráði. Fær maður út í síkó eða hvað gerir maður? Nei, þú reykir ekki hann, þú býður bara hérna frammi. Maður getur byrjað að reykja. Gæti kveikt mér í einni þann. En sko, þá myndi ég byrja Steinda. Ég spyr hann 5 spurningar. Þá ertu úti á meðan Egill, svo kemur þú inn, þá hendi ég Steind út, spyr þið sömu spurninga, svo er þið báðir hérna og þið að segja hvað þið haldum hvern annan svo sem það fleiri stig vinnur. Þekki eða ekki heitir þessi liður. Það er geður. Ég er svolítið peppað fyrir honum sko. Svo erum við með rosalega klefa, við Steindi fórum í, keppnum að láta skella á okkur, við hefum ekki gert það í marga vikur. Ég skoraði á þig. Já, það var varnarlegt og óþægilegt. Og við byggjumst afsökunar á þeim sem við ringdum í. Svo erum við með sjálfsögur Kára Stef og fleira. Það er alveg veist í dag. Spurningakeppni Gilsarans, hvað erum við með þar? Hörðu, ég er með King of How Much Can You Take. Þetta er svona, ég bjóti til í vikunni. Það er búið að henda heldur miklu í okkur félagana og Íslendinga undanfarið. Þú veist, það er jarðskjálftar í ykkur 2 vikur. Síðan kemur eldgos, 4. bylgjan, bara shit eftir shit eftir shit. Þannig að ég hugsa, ok, how much can you take? Brefin hafa verið frekar rauð undan. Já, rauð bref fyrir Stóni og þú veist, hann er búið að loka gimmunum. Já, veist, ég er atvinnulaus again. Já, bara how much can you take? Hver er betra að höndla svona mótlæti? Er það Steindur að Ég ætla að spyrja Kára hvort hann sé í brefunum og hvort hann sé með Diamond Hands eins og ég. Þú ert ekki með Diamond Hands, þú ert með Paper Hands sko. Nei, en málega er skiljandi kveðju. Það eru rosalegar fyllibittur að hellís upp í bústað núna að hlusta okkur félagarnas. Ég elska þetta að fyllibittur hlusta. Erum við eins og Siggi? Já, og kannast eitt heitir Örvar Þór Guðmundsson, fyllibittur gammalskólanum. En hann er að Tiny Little Baby með einnanna sem er í hófnum. Þetta er Stefán Hjaltalín sem er 45 ári í dag. Stóra amali, einhver ríkasti maður Hafnarfjarðar, álfuru hreinræktuð fyllin og við skilum innilegri kveðju. Til lögum með daginn fyrir þetta. Ég er að sjá hvernig það þróast. Þú veist, það er verið að hringin í Sigga hlöðu. Það er svona þegar fólk er búin að opna sér einn. Það eru alvöru fyllibittur sem er að hringja þetta inn í blöð. Það var sambandi okkur. Og þú veist alveg okkar að hann er kallað Dauðinn. Líklegast að því hann drekkur sig í blackout. En talandi how much can we take, Egill, þú myndist á eldgósið. Eru þið búin að fara að skoða það, drengir? Nei, já það eftir. Ég sé það á myndum. Maður sé nokkra myndir. Það voru þið ekki næst. Mér langar samt að skoða. En ég bara... Gerðu ekki posta myndir? Nei, maður getur ekki posta myndir. Það komið svo mikið og ég er ekki að gera lítið
liðið sem er búið að posta myndum hann. Þú ert að því samt. En sko, maður sér þetta endalaust og maður er bara svona herðu, I've seen it. En svo kom góðu punktar frá konunum í daginn, en fólk sem fyrir F-tildunum. Þú tekur myndaði það, það var allir síðan. En svo er þetta líka bara þannig. Þetta er líka mjög flott, þetta er mjög visuáli flott eldgos. Ég myndi að fara kvöldi til þegar ég er að fara. En mér líður samt svona eins og þetta sé líka smá bara svona krafturinn í Mordor, bara í Lord of the Rings. Fólk ætlar ekki að taka selfie, en þú rýfur upp síman og þú bara svona getur ekki og bestu síman og svo bara smellir henni af og postar henni. En ég var að tala við félagið minn, kom konutími daginn, áður en að Kári Stef skellt í lási í geimunum og það sagði sko Kári gerði það samt ekki. Að sko það grindaði ekki bara á haust, sko alla sjoppur og allt sem er í gangi, það er bara allt klárt, þú getur ekki fengið pulsu núna, allt er uppsett. Það er gott að það er bara Grindavík er að rakin núna og minnst við eitthvað magnaða sko, akkur er ekki manni sem mættum ykkur þristamúsa Ég býð eftir Ég get lofa þér, hann verður komið með þessa þrista snikkasmúsi. Er hann ekki hann að bara labba dreifandi þristamúsa? Þannig sér maður tækifæri. Hversu langt, þú veist málega, nú eru líka sérfræðingar að segja þetta getur 2-3 ára gos. Það er mjög gott fyrir brefin by the way, en þetta segjum að þetta sé 2-3 ára gos. Hversu langt heldur þú að sé ykkur almenningssalerni mætt að ná ykkur básar og vera að selja ykkur blöðrudýr og eitthvað svona kjaftaði? Þetta er allt á leiðinni. Og gerum líka ykkur fyllir í úr hella í sig með gósi í bakgrunn Dorrið vil vera með tónleika hana. Já, þú veist ég vonandi þessi 3 ár alveg eins og þetta er í dag 3 ár og koma hella líka ykkur fyllibendingar frá Breitlandi út Ég veit líka að fullt af fólki frá Grindavík að hlusta og eftir jarðskjálfta í 3 vikur og bara svefnlausa nætur þá er skilið. Ég er líka gæðin sem átti á sjoppunar núna, hann er að taka ég og nú. Er hann grenjast og haldri? Málið er hann átt að ég og skilið. Já, hann er ekki selt, hann selur eina puls á dag svona average sko. Nú var hann bara the shit. Það er ekki til pulsunar og málið er að þetta lýsir með the shit á það núna, það átt að skilið. Gaurinn sem á sjoppinu Grindavík er the shit núna. Hann er komin í hvíta gallaböksur og landir að bimma. Við hefum ekki vitað þetta, þið myndi ekki hlusta að FNÍ blöð. En ef þið hafið hlustað að FNÍ blöð áður þá vitum við að við byrjum alla þætti á Bubba Mortens og ég átt að tróða einhver upp í Sauðárkróks raskataðan ráðan, fór frá Sauðárkrók í Suður. Spurningunni er til Kára. Já, og hér kemur eitt af mínum uppáls. Rándýrt lag hjá Bubba. Já, við erum miklu Bubba menn. Ég held að þjóðin viti það. Já, það eru við drengirnir. En herðu, ég glemdi hérna í uppaf syngkominni stendi. Já. Að óska seniornum, pappaðinum til hamingju með daginn. Hann átti afmælið daginn. Herðu, það er hárrétt, já. Já, Steindór senior til lukku með daginn og þú ert að hlusta. Er hann að hlusta það? Já, hann hlustar nefnilega alveg stundum sko. Já, hann er snillingur. Hvað er hann gamall? Hann er 63 ára. 63. Herðu, veistu hvað hann var að segja okkur í afmælinu? Hvað? Hann var að segja mig frá YouTube. Hann er einhverju vídeo eða? Nei, já, sko, jú, fullt af vídeoðum. En hann er búin að uppgöta YouTube. Og núna horfir hann bara á YouTube. Bara var hann að uppgöta YouTube bara í gær? Hann sagði bara, nei, já, bara fyrir 20 dögum eða eitthvað. Hann sagði bara, hefur þú farin á YouTube? Ég sagði, hef ég farin á YouTube? Nei, það er fullt af fríu stöffi. Ég bara, hvað meinar þau? Hann sagði bara, ég er að horfa allt út í fríu stöffi. Ég er búin að horfa á fríu þætti maður og klippur og ertu bara kíkin á YouTube? Þetta er geggjspurning. Já, hann byrjaði, við vorum, sko, hann sagði okkur þetta. Við vorum að borða það bara sátum við matabúna. Hver eldaði? Hann eldaði, svolítið þurr kjúklingur, ég veit ekki alveg kjúklingabringur þurrar og hann var basically sagði hann bara upp á þurru, þetta sýsti minna er að tala um eitthvað vinnuna sína eitthvað, allt í nú segir hann bara upp á þurru, heyrðu, ég var að horfa á YouTube, ég vissi ekki að hann væri að hanga á YouTube sko, ég var að horfa á YouTube, það var eins og nýfætt barn drekku glasi. Það var hann, ég var, það var hann að horfa á nýfætt barn sem var að drekka úr bara mjólkuglasi, bara mjólk eða vatn eða eitthvað. Og hún fannst að magna? Og hún fannst að magna sko, það vissu það, bara nýfætt barn að drukki úr glasi. Og svo var hann að segja mér að hann væri búin að horfa á YouTube og hann er bara komin á kaf í YouTube. Já, ég er sammála, ég er orðið mikið á YouTube. Já, mikið high quality free shit. Já, hann horfið mikið á svona Amazing Race klippur og Kardashians klippur og ég vissi ekki að þessu bara fyrir að pappiðin benti mér að dóna. En ég mæli með það að kíkja á YouTube. Já, við ætlum að fara í slúður hins vegar hér í FNÍ blöð. Og ég kom með, ég ætla að hafa bara Bubba undir, ég ætla að hafa afgan undir hérna í þessu. Það er ekki. Fárlega kósi. Fyrsti slúðupakki dagsins, þið er orðin svo gamlir drengir. Ég er ekki viss um að þið tengi við þetta, en þetta er mjög heitt í slúðurinn og ég veit að yngri kynslóðin sem er að hlusta vita nákvæmlega hverju þetta eru. Stærsta TikTok-stjarna heims í dag, veitir hvað hún heitir? Við erum ekki á TikTok blöð. Við erum mikið af stóru stjörnum þar. Já, ok, en svo allstærsta heitir Charli D'Amelio.
Ég held að tala einhvern mann. Já, ég fjallaði hann áður. Ég er mest að fjallaði fjölskylduna áður. Já, sem Fárveig. Já, það það sem við erum að fara að koma inn á aftur núna. Því að, sko, það búið að spyrjast út. Þetta pappi, Charli D'Amelio, sem stærsta TikTok-stjarna heims, og svo hann systir sem heitir Dixie, sem líka voða stóra á TikTok. Hann núna hættur allir í vinnu og orðin CEO á D'Amelio Family. Og þau eru komið sína eigin YouTube-rás og mammenar og pappi eru komið með TikTok-reikning líka. Pappi, bara býta alltaf pappi. En eru þau með eitthvað following, þetta Fárveiga lið? Já, þau eru náttúrulega komið stórt, en eru víst ósátt og finnst að dætur sínar eigi að taka þau meira inn og gera meira fyrir fjölskyldu batterið heldur en sína eigin reikninga. Og þetta eitt að grillasta sem ég hef lesið á æðminn, og nú líka verið að spá því að þetta síðasta sería Kardashian fjölskyldunar að D'Amelio familjan eða fjölskyldan taki við og verði með sín eigin raunveruleika þátt sem Keeping Up with the D'Amelios. Keeping Up with the D'Amelios. Það helvíti hart þegar mamma og pappi eru að skamma þig fyrir að fá ekki fleiri followers í gegnum þig. Það ekki komin á botnin þá sem foreldri eða. Þetta svo þekki þetta fólk ekki neitt, svo þetta kannski bara slúður og kjafta, ég veit ekki, en þetta ekki basically eins og óbræðið að lesa þetta. Þetta basically eins og foreldrar hjá einhverjum íslenskum áhrifavöldum. Eins og Egill var náttúrulega í áhrifavaldamatabúðin. Já, hvernig var? Það var ekkert eðlilega gaman. Og hann farið annað bara að sé fyrst, sko. Já, ég myndi að það foreldrar hjá þessu fólki myndi byrja, þú veist, ég sá Gummi Kíró, hann var að poppa kampaðinu og svona. Já, ég myndi að það foreldrar. Hann jakkuðu drikkjumæður og hann kírópraktor? Sko, hann elskar gott rauðvin og hann líka með einhverju, það talaðu gæja sem þekkir rauðvinni að mikið á hans, sko. Ég fekk ræðu bara með hitt og hætt á rauðvi, bara, veist, ég hef opnað rauðvin að drekka það með einhverjar, sko, útskýringar frá hvernig bragðið og hvað ég, það væri mjög spesandi foreldrar Gummi Kíró var að grátbeðir að taka sig með í þessu rauðvin. Já, það eitthvað sorglegt við það. Þau fengið líka rauðvin. Svo gerði ég smá rannsóknarvinnu og ég fór og skoðaði reikninginu á familíunni. Og ég að skoða þetta núna í henni þessari stelpu. Já, kíktu á familíuna, þá þetta mamma og pappi með þau inn að láta þau kenna sér eitthvað að dansa og eitthvað svona. Ég fekk óþægindarhóll við að horfa á þetta. Þetta hljómar hræðilega. D'Amelio Family. Já, D'Amelio Family, já, þau eru með 15,2 followers en Charli D'Amelio með 111 og þau vilja sem sagt foreldrar hennar, hún með 100 og einhvað miljónir og fjölskyldan með 15 miljónir. Já, séttalega pappin greinlega, hann Fárveigur, sko. Ég sé það strax, sko. Ég er ekki að smetla á vídeóðu, sko. Maður á ekki að dæma að hans að þekka eitthvað, en maður svona les pínu í það eitthvað veikind í gangi hérna. En akkur mátt að liði ekki bara gera sitt á þess að þurfa að draga alla familínir í það? Þau vilja fleiri followers. Pappin bara greinlega breyta $1 í 2. Já, pappin skráður sem CEO of the D'Amelio Family sem alveg heilbritt. Það svo Kitty Blöð var bara CEO of the Blondells. Shit, það var rosalegt. En já, þetta var basically slúður. Það verið að tala að þetta verði næsta Keeping Up with the Kardashians. Það er svo gott að fá smá skóla frá The Blondell því að það kemur Keeping Up with the D'Amelio svo veit maður allan hvað það snýst, sko. Akkurat, svo munið eftir Jordan Katie Price, bresku. Já, það stendir maður undir henni. Hver það aftur? Breska fyrirsættan sem var með Dwight York. Ég bara man ekki eftir henni. Nei, ég man ekki eftir neinu drikki. Þetta alveg glata. Þér til varnastendi því að þú veist aldrei neitt og þá var ég búin að gleyma henni líka. En hún á vona sínu 7. barni. Ég horfði aldrei á þetta. Hún 42 ára gömul og stefnir í að eignast 2-4 börn í viðbót og gerir sér grein fyrir aldurinn sé ekki að hjálpa henni. En það allavega stefnan. Hún þetta hennar 7. barn. Já. Já. Ég veit ekki að vera að fjalla þetta. Nei, gúrka hjá blöðunum það. Ég viðurkenni það, smá gúrka. En svo ég með betra slúðurinn í restina. Ástæðan fyrir tókina punkt ég ætlaði meira að spyrja þig. Ég vissi alveg að Steindi veit ekki hver þetta er. Já, samt en ég skildi að viti hver það sé myndirnar. Hann líklega búin að ég tengi andlit. Hún á 2 börn með Peter Andre og eitt með Dwight York. Ég veit hvað Peter Andre. Hvað hétur áttu sem hann á með Dwight York? Harry eða ekki? Peter Andre, Já, sko, ég er að finna gömlu myndirnar. Google eitthvað búin að loka á svona myndir, síns mér. Ég ætla enda slúðupakkana á Kanye West og Kim Kardashian. En já, við erum búin að fjalla hér í FNÍ blöð. Þau standi í skilnaði. En nú Kanye West pirraður því að hann vil meina að það verið viljandi gert hjá Kim Kardashian að sækja ekki skilna strax að því að hún vissi að hann væri að fara að skrifa undir risastóran Gap-samning hönnun og framleiðslu fatalínu sem selt undir merkinu Jeezy Gap.
hún fær meira dollars þar. Já, samkvæmt Bloomberg En hún ekki forrík, ég menna, þetta er ekki bara góð dýtt fyrir þau bæði, menna, hún hlýtur eiga. Hún á nóg, sko. Já, ég kaupi þetta ekki, þau eiga bæði nóg. Kanye West er mittin á $6,6 miljardar. Svo má ekki gleyma því að þetta er svona par sem er búið að vera lengi saman. Samt ekki það lengi það, 4 ára. Ég held samt að þetta sé ekki eitthvað svona aurapar, sko. Nei, þau eru bara bæði moldrík og já, ég held að þau voru ástofanginn til að byrja með. En sko, máli er að ég er náttúrulega búin að spá því, drengir, að hún byrja með ungur rappara sem er svona, hann er þekktur en ekkert rosalega þekktur og hann verður með hvernig byrja Kanye? Ég held að hann verði nú bara svolítið slagur, sko. Single í smá tíma? Já, single í smá tíma. Og ég var að fletta upp Charli D'Amelio TikTok-tjörninni á Instagram að hún endur ekki breyki í Kim þar, sko. Og það er því að Charli D'Amelio, hún er stærsta TikTok-stjörn. Já, hún er bara 39M þar meðan að Kim er með 211M, sko. Þannig að hún er sko ná langt í land með að eiga breyki í The Kardashians á gramminu en Já, en hún er shit á TikTok. Ég held að þetta sé, er hún ekki 15 ára eða eitthvað, 16 ára? Það hefur verið að reyna í það líka. Hún er tælið úr baby síðan. Sko, máli er að ég held nefnilega að hún muni halda áfram undan honum af því að hún þarf forsíðunar. Já, Kim. Hann þarf ekki forsíðunar. Hún kallir pappin sem er á gramminu. Ég spá follow hann mest. Það er vel tæpur. Ég elska að follow hann tæpa gæja, sko. David D'Amelio. Já, hann er alveg vel tæpur, sko. Þegar við finnum hann höfðingja núna, sko. Byrja að followa hann á meðan Egil followar pappa Charli D'Amelio á Instagram. Ætlum við í auglýsingar og strax eftir auglýsingar ætlum við í splunkunni á dagskrálið sem heitir Þekki eða ekki. Wow, er það næst? Já, ég ætla að hafa hann snemma í dag. Þetta er Unnsteinn Manuel, er þetta ást? Páll Óskar, slagarinn og mér finnst það geggjuðutgáfa hjá honum. Já, gerir þetta mjög vel. Hér í FNÍ Humblu, en það er komið, drengir, að splunku nýjum dagskrálið og maður alltaf gaman að koma nýja dagskrálið og þetta er liðið frá mér. Steindi, þú ert búin að vera duglaus. Egil, þú ert til að bara henda eitthvað nýjan lið. Ég var hreinskilinn. Ég ekki séð að henda mér í það. Kokkaði þennan og fekk aðstoð frá rámdýrun tónlistamanni John Johnson. Ég er búin að hugsa þetta svolítið. Hann skýrði hann og hann heitir Þekki eða ekki. Já, ég er búin að hugsa þetta svolítið blöðu síðan hún varst að segja okkur í byrjun þáttar hvernig dagskrárliðinu virkar. Já. Og með 5 spurningar á mann, annar fyrir fram og heyrir ekki með hann spyrð þinn. Já. Og svo þurfum við að koma hérna og gíska á hvern annan. Akkurat, þetta er svona pínu Mr. and Mrs. kannski í þessu, við veit ekki hana. Ég var til að byrja, þannig að senda Egil fram. Já, þetta er bara gamlega góði plásturinn. Ég var að fara fram. Já. Þá, en ég gerði bara sína þér hendina, þetta eru bara 5 spurningar, þetta tekur ekki mínúti, sko. Ok, en að ég fyrir fram, meðan spyrð þú Stóni. Já, og hlustindir heyra svörin og svo fer Steindi fram og ég spyr þeir sömu spurninga. Yes, við hann komum báður inn og þú fer að renna yfir þetta. Já, hver það fleiri stig? Ég var að vera snöggir að svara. Já, helst að því að hinn að hanga fram í. Þetta er aðalega, þetta gengur út á þegar því að svara frá hinn. Það er svona þá með ekki ykkur tíma. Þú þarf bara að fá þetta á blað núna. Já, þannig að Egill er farin fram. Ég spyr þig, Steindi, hvað er uppáhaldsmaturinn? Það er saltkjöt með hvítri. Glætan að segja það er bara það besta sem ég fæ. Ég hef oft sagt það í þættinum. Það er að segja með hvítri? Já, ég fíla ekki með. Það er aukastig? Já, þú veist, það er með, uppstúf, sko. Ok, hvað varstu gamall þegar þú mistið sveindóminn? Ég man ekki hvort ég hafi verið 15 eða 16, ég er að hugsa þetta, ég var í 9. eða 10. Ég var að segja, það vartu líklega 15. Ég verið líklegast 15, já. 15? Já. Ok. Það var alveg agalegt, ég getur þetta að segja eitthvað frá því setna. Hvað kveikir í þér? Hvað kveikir í mér? Það er náttúrulega bara margt. Ég er að hugsa eitthvað eitt svona. Hvað er það að láta hann hanga fram í hálftíma? Ég ætla að hafa Jón Jónsson. Mér lægir svo lótt hérna ef ástin er hrein með honum að geta ég ætla að hafa það þetta undir. Já, þú hafðir það ekki undir núna hjá mér. Nei, ég ætla að setja bara núna undir við erum í sér lið. Ég myndi segja að væri svona, þú veist, ef maður er heima bara með konni. Þú vart að segja eitthvað sem hann getur giskað á. Já, ég skil. Hvað kveikir í þér? Svaraðu. Bara hérna sexy undirföt. Sexy undirföt, ok. Næst sendi ég þetta á ykkur fyrir. Nei, þetta er gaman. Ég þurft að hugsa. Það er margt, ég er svona líka að hugsa eitthvað svona, já, ok. Ok, hvað er uppáhaldsljómsveitin þín?
upp á hljómsveit mín bara svona all time hljómsveit þá verð ég að segja Wu-Tang bara mínu menn bara gömlu góðu ég get að svara þessu og hvað drekkur á jamminu? Ég veit þú drekkur allt eins og ég gerir það sko en svona minn go-to drikkur á jamminu uppáhaldsdrykkur minn dag er bara rauðvín en á jamminu þá fæ ég með ég hugsa þessi gin and tonic á jamminu hoppaði fram og sendu Egilinn það var svolítið erfitt ég held að Egil verði sneggri en þú að svara þannig að þú ert örugglega ekki að biðja blengi hækkum að sé þessu með hann stjórnar engin stef geggjalag þá var Egil mættur inn hel peppaður eina síkó bara með að drepa tíman ok, ekki verið að blengi og steinda svara það var rosalega hægur, ég held að það var eitthvað já, þú veist að hugsa svo lengi maður ég spyr þig, hver er uppáhaldsmaturinn? Minn? Já Þetta er spurning sem ég valla veit sko já, hann var snöggur að svara þessu sko já, ég myndi segja næ, sendi þetta á okkur fyrir steik, ok hvað varstu gamall þegar þú mistið sveindóminn? Hörðu ég held að það hef verið 17 ára hvað kveikir í þér? Sexy gæla ég var giska á það ok, upp á hljómsveit allara tíma wow hvað kom svona fyrst í hugan? Þetta er svona pínu hraða já, þetta er pínu hraða já, þetta er ég alltaf ekki vel að DJ þetta er hljótt að vel að byggja hljómsveitana upp á hljómsveit, hvað myndir þú svara þar? Af því að svo verður kannski setna með DJ já, ég segi Guns N' Roses Guns N' Roses, já, gott svar og svo er það síðasta, hvað drekkur á jamminu? Rauðvín, ískallan bjór og occasionally vodka Red Bull já, ok, ég þarf eitt svar hvað er your go to drink? Kanntu þú segja svona núna, já, sko, bjór eða rautt, sko erstu að drekka rautt á jam? Já, reyndar, þetta er náttúrulega COVID já, það seti bjór, eða ekki? eða, já, jú nei, þú ert meiri rauðinskall, ég seti rauðin hérna eða ekki? jú, ok, Steindi en betur ég ekki svara Steinda? nei, það er nú bara nú hefst, sko, ég ætla að láta ykkur senda þú ætlar að svara ég hef ekki svarað þig varst að svara öllu fyrir mig já, ég held að myndi spura mig eitthvað til þig og ég ætla að svara því það er að fara að gerast núna já, ok nú byrjar og er hann með hliðin á mér núna? já, þið mig alveg vera hérna en betur svaraði eiginlega ekki fyrir sjálfan jú ég er, þið séu ég hef ekki hugmyndu hvað var út ég held að maður að spura mig til þig að spura mig til sjálf á mig ég veist ekkert sko ok, þá byrja ég á þér Steindi hvað er uppáhaldsmaturinn hans Egils? ég ætla að segja að sé nautastek þú ert komið punkt Egil, hvað er uppáhaldsmaturinn hans Steinda? Pulsa nei, saltkjöt með hvíti já, það er nummið 2 samt sko hann fær halva ég var höldin áld í já, það er nummið 2 sko og elskar pullu já, ég dyrka ég get bara ekki stifrið af því niður Steindi, hvað var Egil gamall þegar hann misti sveindóminn? sko, Egil hefur verið að segja okkur frá því margóft í þættinum að hann var hann var ekki myndalegur rúllingur hann eldist vel hann eldist þessu bóttum já, með eitthvað fyrir ekki skarðin getur þú svarað með samt? ég ætla að segja hann hafi dottið í lukkupottin nei, já, jú ég held að hann hafi verið, ég ætla að segja 17 ára það er rétt er það? varst að hlera? nei, ég er bara naskur á var hörun ekki logo? ég hef ekki neitt, ég var hvað var Steindi gamall þegar hann misti sveindóminn Egil? hann er alveg snáði alveg snáði hann var 13 ára 13 ára? hann var 15 ára, þú ert ekki komið búinn ég var nálægt í 13 ára? já, þú veist 2 ár samt já, Sean Connery var sko 12 ára held ég ég held að landakössan er þetta að vera eitthvað svipa líka þá, ég ætla að byrja á þér núna Egil you need a point, hvað kveikir í Steinda? blöðrur svaraði í alvöru maður nei, við en varst þú að ljú í svarinu? maður þóttu að vera completely honest heldur ég hefði setið á hvað sagður, ekki sagður persónuleikin eða eitthvað nei, ég sagði ekki að kveikið það lífur, það er góð persónuleikin er svarið blöðrur? Ætlar að stick to that? já, ég veit að kveikið í honum okay, það vann í mörgur ár bara út af blöður það er bara ekki rétt það er rámt Steindi hvað var það? hvað var svarið? sexy undirföt var svarið já, þú veist en það kveikir í mig sexy undirföt Steindi, þú spyrir þig hvað kveikir í Agli? já, víst, hann er svona rosalega furður lostin yfir sexy undirföt hjá mér, þá er það þá ætla ég að segja að sé bara eitthvað leður og ólar og svona nei, það var sexy gælla
Sexy gerður Vákað þetta eitthvað einfalt svar Ég held að vera 100% með þetta Fyrsta sinns þú klikkar Bara heldur segur í þessu Hefur þú sagt sexy gerðastendi Hvað leður og ólar okkar Við séum mikið í því Nei, ég veit ekki, þið fannst hittur eitthvað svo rosa Eitthvað svo Ég bara vissu að vera blöðrukall Ég er samt ekkert blöðrukall Það eru 2 eftir Ég byrja þér aftur einn núna Hvað er uppáhaldsljónsveit Steinda frá upphæðin? Guð minn góður Ég ætla að gefa vísbendingu, þetta er eldgömul hljómsveit Þetta er einhverjir Það er engin leið fyrir maður að giska á þetta Ekki, hann hefur sagt þetta í þættinum Já Þeir á að spila á Íslandi Það er reynda hræðilegt kíkja það, en já, gefum það Mjúsa Nei, á Wu-Tang Ég spyr þig, Egil, hvað er uppáhaldsljónsveit Egils frá upphæðin? Já, ég myndi, sko, það er einhver DJ, sko Já, ég spurði með það, sko Það er bara hljómsveit, sko Þetta er hljómsveit Það þarf að vera alvöru hljómsveit Ég hugsaði bara svona, ég fór að hugsa um my past, sko Hvað hlustaði mikið á þegar ég var yngri YouTube Nei, á Guns N' Roses Ég hlustaði enda Guns N' Roses Það var líklega nummer 2 að poppaði upp um mér YouTube Ég hlustaði alveg það ég var gæslingur Síðasta spurning, Egil, þú ert ekki enn komið punkt Það er mjög En ég ætla að byrja á Steinda Steindi ekki búin að vinna? Illa Jú, hann er búin að vinna Ég er alltaf að segja frá öllu þessu í útaf Ég spyr þig, Steindi, hvað drekkur Egil á djamminu? Ég veit hann er mikill rauðinsmaður eins og ég En ég held að hann drekkið ekki á djamminu Ég er nú, sko Ég reyndar yfirleitt sko Egil er ekki eitthvað svona nætur Hann er ekki lengur eitthvað að djamma fram að nótt Hann er meira fyrir út að borða Drekkur, fer svo heim Ég þarf ekki söguna, hvað drekkur hann á djamminu? Rauðvin Það er rétt Sko, Steindi svo búin að pakka mig saman Þá spyr ég þig, Það þekki mig betur en ég Já, farða að hlusta á mig þegar ég segi frá En málega nú er ég velduð ok, eitthvað drekkur Steindi á djamminu Og sko, dagdrykkjusteindi er náttúrulega ekki sami og sko flöskubórsteindi sko Ég sé að hann helli sér vodka Red Bull kl. 4:40 og biffarum sko Já, grenjandi og hlátur eftir flöskubór og í sundlug sko Já Þá var hann bara Grey Goose vodka og koffín sko En hvað heldur hann að svara? Þannig að sko, það er alveg mjög erfitt fyrir mig sko Ég, sko, nú þegar ég taka okkur milliveg Bjór Nei, það var gin and tonic Þú fegst ekki 1 stig Ég hef ekki, ok, nú er ég búin að södra með þér áfengi Fyrir hvern einasta FNÍ blöð þátt í 15 ár Góður punktur Þú er ekki tekið 1 G og T Nei, þetta er alveg rétt Það er alveg, þú veist, málega það Ég áengan drikk eins og bond sko Ég er bara, ég drekk allt Þetta var þekki eða ekki og við vorum með Jón Jónsson Það var skemmtilegur Já, Jón er alltaf undir þessu En getur við farið þennan aftur með fleiri spurningar eða ekki á okkur félag? Jú, ég á nóga spurningar Ég er reyna að láta þetta ganga þess hraða næst Þú þarft að gera það Þetta er málega þetta er mjög erfitt sko Ég veist ekki sjálfur hvað það segja með mig hann áðan sko Nei, þetta var skemmtilegt og já, voru ekki að fíla þessar spurningar? Jú, mjög góður Hvernig finnst ykkur þá að fá lagið spurningar? Wow, 10 years 10 years Þú er rugglaður Það held ég þeirra að hlusta þér á FM 95 blöð á FM 957 og við erum ekki beinni lengur því að við stendur konur hérna inn í klefa og já, það er komið að dagskrárliði sem að er búin að vera það er nú ekki allt og langt fyrir fórum í hann en þú ert búin að tapa fyrir mig síðustu 3 skipti og vildi rematch. Já, ég sko, mér finnst vera bara komið núna eitthvað svona moment hjá mér að koma sterkur tilbaka og taka þetta. Ok, þetta er að láta skella á sig sem að er oftast óþægild. Ég vona Kári Stef sé ekki að hlusta á það því að hættan er við að koma á eftir en sko það er enga reglur, það er bara að láta skella á sig. Þú mátt ekki vera eitthvað þú mátt ekki vera með eitthvað viðbyrð, þú mátt alveg vera svona barnalega dónalegur en ekki vera ógeðslegur. Það má ekki vera ógeðslegur. Ég er á klukkunni, sko það sem var náttúrulega líka mjög umdelt síðast ef við kæftum var ég glemdi að byrja sko, ég náttúrulega tek tíminu þér og öfugt. Já, það er bara frá því að svarað. Já, og ég glemdi að starta skeiðklukkunni hjá mér. Já, það heyrðist bara að ég var undaðir. Já, það heyrðist svo sem já, en það var svona basically, þetta er eiginlega svona disqualified dæmi sko, þú veist, þetta er viðrögnin fjall niður sko. Nei, það var bara sigur, sko, ég ætla bara að byrja núna. Mér finnst þetta svo óþægild, ég ætla bara að rífa plásturna og klára mitt. Ég er komið með skeiðklukkuna upp. Ok, þá látum við skella okkur hérna, má sjá. Pizza, góðan daginn. Já, góðan daginn, ég ætla að panta að reyna pizza. Já, hvað má bjóða á hana? Það er komið bjóða sækja fyrir ekki? Ég sækja hana bara á Grensás og hafði þetta eina stóra með kúk og hóri og svo ætla ég að fá 2 litra hland með þessu. Já, ok. Meira kúk en hóri. Hvað er nafnið svo ég geti tjett á pönduna hérna? Titlingur Brunnsson. Það er svona í alvörinni. Ég kallaði Tilly. En klukkan hvað getur sótuna?
Þú voru að segja mér fyrst hvað þú vilt á pizzuna. Kúk og hór. Já, það er ekki búið. Ég vil ekki annað á hana. Já, þá verður þú bara að finna þér annan stað til mig til að panta. Við skilum. Halló. Þetta er skellt á. Nei, heyrðu, hún var í vesen að skella á. Það var einhver annars sem tók við. Já, heyrðu, tók símann. tíminn er bara ennþá hjá mér að telja. Ég skellt á. Sko, þetta var 1 mínúta. Þetta var ekki slæmu tími. Nei. 1 mínúta. Sér hvað, þetta var fyndið maður. Ég átti erfitt með það. Þetta var Mér varst þetta að vera að finna sér hirt, sko. Nei, þetta var ógeðslega vont. Þetta var 1 mínúta. Já, það er bara fínt, sko. Já, ég ætla að ringi hana og byggast afsökunar. Nei, Ég fekk alveg pínu í magann. Já, hún tekur alveg, hún er með húmor að stelpa. Hún var sann. Hún hélt bara áfram, hvernig gæti hún ekki fatt að þetta verið síma? Hún hefði bara skemmt, af því að hún er bara, þetta er góðu starfsmaður. Já, reyndar. Hún vildi bara selja pítsu. Hvað er þú í? Sko, ég er að spá ég að taka sjens. Af því að, sko, þú ert með 1:14, þetta er drullu fýtt tími hjá þér. Já. Reyndar hefur náð, sko, 20 sekundum, ég man eftir því. En ég er að spá ég og ringi bara í random mannesku hjá mig. Bara eitthvað? Ekki fyrirtæki, random mannesku. Ok, ég þarf nafn allavega. Og ég er að fara að biðja mjög þungan greiða sem mér finnst mjög líklegt að fólk skelli strax á. Ok, hvað nafn viltu? Kallega konu? Þú maður bara að segja eitthvað. Allt einu poppaði nafni Bryndísi byggðan? Já, hringdi Bryndísi. Þessi er á Seyðisfirði. Bryndís. Já. Sæl og blessu, Þröstur heiti ég og ég bý hérna á Seyðisfirði líka. Já. Heyrðu, vinur minn frá Rússlandi, hann var að láta mig fá rosalega svona vírus, svona Trojan-hest sem hann bjóð til sjálfur. Og ef ég fæði til að upplóta honum í tölvurnar hjá öllum í kringu þeir og svona og ég líka, þá fyrir stór vírus á stað hérna í landinu og við græðum fullt af peningum. Ertu til í þetta? Nei, það er ekki til í. Hæ? Það er ekki til í. Bryndís, þetta er rússneskt dæmi, þetta er Troja hestur á öðru leveli. Við upplótum þessu rugli í alla tölvur landsins, ég og þú, við förum alla leið með þetta. Nei. Jú, við gerum það, Bryndís. Nei. Bryndís, getur þú lána mér 8 miljónir ánþá morgun? Já, ekki 8 miljónir, sko. Hæ? Já, ekki 8 miljónir. Nei, ok. Bryndís, ég er að koma til þér með snjó, þú voru að geima fyrir mig. Já. 4 kíló, ertu klár í þetta? Nennur því? Bryndís, Já. gerðu það. Ég er að koma til þér með fullt af stöfi. Það þarf ekki að geima þetta? Nei. Hæ? Bryndís? Halló? Já! 1.25! Hæ? Þú vannst mig. 1.25? Já. Þú varst með 1.14. Þetta var ekki 1.25. Má ég sjá Ég sett klukkuna? hann á seinta stað. Má ég sjá klukkuna? Já. Herru, núna er hún 1.15. 20 sekundur á þetta. Hún er 1.15 núna hjá þér. Það vantar. Æ. Það er þetta að taka tíma. Já, ok, þetta er bara jæftibli. Helvítis gískert alltaf. Heiðalegt, ég glemd að íta maður. Já, En ok. ok, en að því ég glemd að íta þá er það bara sigur á þig. Ég skal gefa það. Allavega jættibli. Já, ég held að þetta voru mín mistök og Ég var sko, málega, ég var þeirlega orðlaus af því að ég held að sko vírusinn frá Rússlandi myndi loka þessu. Já, en Leðu að heyri vírus og Rússland og skelli bara á. Sko, ég ætla að ringja á pizzan núna og beða stafsökunar. En þetta var að láta skella á sig. Ég ætla ekki að ringi Bryndís. Og Ég held að hún sé- þrósku og barnaleg kenni. Já, ég held að Bryndís takk þetta bara kassa. Já, Bryndís og fljótölu. Steytist í Kára Stefánsson. Hann er rétt og kominn. Mætir hérna eftir smátti. Ég vonast ekki að hlusta núna því að ég sagði þetta líka í síðast innkomið þegar við vorum í klefa en við erum að fara í spurningkeppni Gilsarans og Rétt. Kára, ef þú ert að hlusta og þá verða ekki svona spurningar á eftir þegar þú mætir Þetta er hérna. bara til að hlusta, sko. Já, sveimi þá, ég held að hann hlusti. Mér er að fara að fá að heyra það til. Ég laka til því að þú verður svo lítil. Ég er svo tiny little baby hérna þannig Er Kára að fara að fá lestur frá þeirri? Já, Ég laka mig til að klukkutíma. Ég laka mig til að fá hann í spjall. Ég er spenntur. Já, það er hellingur sem við viljum spyrja hann út í og Já, ég vona bara að mæti. Hann geti ekki power move og sleppti að mæta. Það var rosalegt. Nei, hann er típa, hann mætir. En ég sendi honum SMS fyrir í dag og hann svaraði ekkert. Ég held að það sé líka power move. Er það ekki bara þess að setja þig, veist, Auðvitað svara að skella hann á jörðina, sko? Ég var bara að sína mig hver ræður eða ekki. Jú, akkurat Það það. sendir hann ekki SMS, kannski er það ekki bara, veist, hann sendir ekki SMS. Nei, hann lesi þetta bara og hugsa röglega hvað heldur hann í sé. Ef ég ætla að mæta 5:30, hann mæti 5:30. Hvað heldur hann sé að fara að taka upp síma? Já, eitthvað, ég mæti pottjætt. Nei, hann er lítinn áhuga. Ég Kári mæti. Stef, Hann er aldrei að senda það, sko. Ég er að stressast upp núna Mæti þegar bara hann- reiður og skellir hurðið hann, sko. En það er komið það, spurningkeppni Gilsarans og þú varst að vinna með hvað? Já, King of, sko, blöð. Já. En ég þarf að láta að finna hana klippu fyrir mig. sem hvað tengist spurningkeppninu? Já, sko, til að útskýra konseptið í keppninu, því ég held að Steindi skilja það ekki.
Þetta sé að King of How Much Can You Take. Getur þú fundið hérna frá YouTube, skoðu að finna hérna ræðunni á Sly Stallone. Já. Þetta Rocky ræðuna þegar hann lesi yfir syni sínum. Skoðu bara How hard you can okay, hvað er aftur hérna ég ætla að Steindi þar að hlusta á þetta þá skilur hann konceptið King of How Much Can You Take það er konceptið sko. Ok, og ég setja þess að ræði fyrst á já, ég er útskýrað fyrir hvað það snýst sko. Ok, það byrjaði fyrst hérna King of How Much Can You Take og Steindi þú voru að hlusta sko. En þú fær þetta í staðin fyrir trailer, þú veist það já Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Cowards do that and that ain't you. You're better than that. Rétt. Þetta útskýrir konseptið í spurningkeppninni í dag. Ok, Rándýr ræði þetta fyrir How Much Can You Take. Ég gæti ekki útskýrt það betur en Sly Stallone gerði það. Nei, hann er búin að útskýra þetta fyrir þér. Og eru þau klárir það? Við erum klárir. Sko ég er alveg til að vinna þessa stendi ef ég er hreinskilinn. Þú mátt bara gera það. King of How Much Can You Take. Ég er svona I can take shit. Það hljómar yfirleitt alltaf vel á blaði sem þú ætla að byrja með. Þetta er svona, þetta er 50-50 myndi ég segja staðar núna. Ok. Hefur lent í því að vera kildur á sveitaballi en það gerði þið sterkari í dag og þú ert í mansion í Fossvöginum skellir hlæðandi og bara celebrity friends. Akkur er kannski ekki bara hætt við hefur verið kildur. Svarið er já, ég hefur verið kildur. Wow, Blondale tekur þetta. En þú ert með þetta svo specific að Steindi getur ekki að fengið punkt. Hann býr í Mosfellsbæ. Hann dóttar á okkur böll og ég býr í Mosfellsbæ. En okkur segir ekki bara hefur verið kildur. En ég sagði bara sveitaballi. Ég var á sveitaballi, ég er svona góðbúi. Þú bættir þetta við líka. Okkur segir ekki bara hefur verið kildur. Ok, mansion, ok, strókum út Fossvöginum. Strókum bara allt nema hefur verið kildur. Ok, hefur verið kildur og held svo áfram. Já, ég er ekki. Wow, 1-1. Það er bara mjög holdt að fá einn á kjaftin maður. Já, tókstu það bara á kassana. Já, þú veist, það er alltaf gott að bara fengi einn á kjaftin bara svona á lífsleiðinni, skilur. Já. En það er ekki 1-1. Denzel talaði um það að allir eiga að þú ætlar að verða að manni þú ætlar að taka einn á kjamman yfir æfina sko. Já, það er alltaf vel þreytt að þú sett reglulega að fá einn á kjaftin. Það er agalegt. Já, það er svo allt annað mál. Hefur þið farið til Atlantic City, tapað cash en hendur aftur á hestin og mætt aftur árið setna with a vengeance. With a vengeance. Já. Meira þess að, sko, þarna ert ekki svona grínast. Ég hef alltaf haldið þegar ég kem árið setna. Nú tek ég þetta. Ég hef mætt with a vengeance. Ég hef reyndar aldrei haldið að ég væri að fara að græða. Nei, ég held að það getur. En þegar ég er komin í það, þá held ég sé að fara að græða. Ég er reyndar séði, sko. Ég sá bjölluna hringdu í kasínónu þegar þú tókst einu svona pott. Já, ég fekk jackpot síðast. Það var þetta rosalegt. Það var rosalegt. Og streið bakvið og hafa rætt við þig allt í rusli. Þið hefði tekið run félagarnir. Já, en oftast tapað, ég hugsi sé niður 9 ferðir af 11 eða eitthvað. Það er rosalegt. Ég hef aldrei komið heim í gróða, þannig að ég er bara á króksjórunum, hver hefur grætt mest? Ég held að enginn af þeim hafi grætt. Það er svo lélegri reikningi. Það er svoleiðis. Það er bara að hafa það. Hefur lent í því að foreldrar þínir skildu og hundurinn dó sama ár en þú hélst áfram í lífið. Helviti, þessi dark. Nýttir þetta mótlæti sem fuel og í dag ertu hágjað að CD. Herru, ég þarf að standa bara upp. Þetta er óþægt. Þú þarf ekki alltaf, já, en þetta er náttúrulega bara á mig. Er það svona að reyna að láta mig vinna? Nei. Já, ég letti að fólkið mínu skilja á 100 myndir sem ár. Snótas. Og í dag Rest in peace, Snóti. Rest in peace. Ertu hágjað að CD? Nei, ég er ekki hágjað að CD. Nei, menn þú ert frægur. Já. Þú ert með pínis, þannig að þú ert hágjað að CD. Þú allt inn að byrja að taka undir þetta. Nei, ég er bara að segja það bara sjálfur þú sett CD. Nei, ég er að segja, þú ert bara þú þekktur á Íslandi. Já, þú líka. Kalkins. Já, heyrðu allavega. Já, ég fekk ekki blöð með the lead. Já, skrítið. Þeir bara skrifað upp í hendurinn á mér. Sko, ferðast einu sinni
á lötu sport með gamla kallinum sem var repeatedly búin að skýta í sig and you rose above it og í dag ertu tekið hæstu listamaður landsins. Þetta er agalegt dæmi maður. En byrju pappa það er pírill í skítað á sig. Nú fyrir þetta hanskan í sínjörinu. Var þetta ekki bara eitthvað eitt einstaklega í nótunum? Átt skemmt að önd út af Portugal og fyrir kamfélabakter sko. Já, ég tala brumist, þú var alltaf að ferðast með pappaðinum og hann búin að skýta í sig í lötunni. Ekki alltaf. Þetta var one time. Þetta var sko málega að þetta sínjörinu að hlusta Egil. Takk til þetta tilbaka. Þetta gerast einu sinni. Sko ég held að meina sann sko repeatedly, þá meina hann örgulega sko að þetta byrjaði, þetta hófst inn í nótunni og endaði fyrir utan húsið okkar. Það var í rauninni sko 7-8 minna ferli. Þannig að þetta er já hjá. Já, þetta er já. Wow, hörðu það, þrjú. Já. Þetta er mjög spennandi. Ég er að gamli maður tekur þetta bara kassan sko. Já, gamli tekur þetta kassan, en fyrst að Steindir ekki að segja neitt Egil, þetta er ekki að fara að vera eitthvað fastþjáður eins og með sundlaugavörðun og eitthvað. Þú ert ekki alltaf að fara að tala sínjúrin. Nei, þetta er bara, king of how much can you take. Ég tók hann að hluti á mig alveg heila 7 mínútur. Ok, lendur í því rosalegu áfalli að missa hárið en það stoppaði ekki og þú ert shit í dag. Guð mig góður. Býtu, nú verð ég bara að spyrja þig Egil. Síðasta var alveg mig. Já, en það því að þú ert búin að gera svo oft grína þessu og að löngu að hætta að býta. Finnst þér rosalegt áfall fyrir fólk að vera sköllótt? En svo lendi ég í áfalli. Getur þú svarað mér? Þú ert hægt að horfa á Steinda. Var þetta ekki smá áfalla? Finnst þér algjört áfall í lífinu í þessu sköllóttu? Já sko, hvernig, það fyrir eftir hvernig þú veit að ég er að spyrja. Já, ég er bara svona veltaði fyrir mig. Það var alveg skellur að það var completely bold. Þetta var ekki eitthvað sem ég kaus, en mér finnst þetta ekki eitthvað áfall. Nei. En ég lendi því áfalli. En það stoppaði þig ekki sko. Kept on going. Þú reyndir að greiða yfir þetta lengi. Já, ég tók mér svona 20 mínútur að greiða mér, svo fór út í vindkvið og var allt ónýtt. Máttu hvað sé að Joe sagði líka við þig? Já, hann kendi mér að setja strípur og svona. Herru, já, þetta er bara punktur. Hörru, 4-3 sko. Steindi, þú ert ekki að standa það náðu vel sko. Nei. Hefur þið verið hafnað á stúlku í búning en það stoppaði þig ekki, þú hélst bara áfram, fannst aðra hot chick, sprautaðir og 2 börn með henni í dag? Jésús almáttur. Þetta er náttúrulega bara á við alla. Nei, mér er ekki verið hafnað að píu í búning sko. Nei, það var í búning. Já, sko, þeir eru einhvern veginn að vera hafnað. Þú, sko, Öddi, þeir eru einhvern veginn að vera hafnað. Já, og svo áttu þú núna 2 börn. Nei, ég var bara 1 barn. Já, 1 á leiðinni. Já, en ég var bara 1. Bara mánuður í hitt sko. Ég hef ekki reynt við píu í búning. Ég myndi viðurkenna að það er gæst. Máli, ég tók fram í búning. Já. Í jambúning. Blöð er ekki með eitthvað svona, hann er ekki með eitthvað svona fettis fyrir því. Ég gruna sig að tala stöðum að það verið búning. Ég tek bara, ég tek það með punktana, já. Hörðu það, 4-4, er þetta grínast? Ó, þetta er spennandi. Ég muni það var 0-0 daginn. Já, það var leiðilegt. Hefur Gjalla sagt við þig orðrétt, ok, shit. Já, herru, nú er þetta bara búið. Slepptu ég að segja þetta. Nei, ég veit hvað þetta var að segja. Ég sé, veistu hvað? Það er að segja það sem þú veist. Ég sé það á sveiflum maður. Þú setur því einhverja stellingar og gerir henn að sveipa þegar þú segir ósík. Þetta er bara, við þurfum ekki að hlusta þetta. Nei, þetta er ekki síðan. Þetta er bara búið. Þetta er búið. Má ég klára spurning? Nei, þú mátt það stoppar ekki Lóa Bergmann. Ok, hvað var þetta? Ok, shit. Serðu svipin og hvernig það situr? Akkur breytir hann svona líkamstöðu fyrir þessa síðustu? Hefur Gjalla sagt við orðrétt, ok, shit. Það er ekki how much Steindi can take, it's how much I can take. Ói, bara stafn. Það er hárið eftir það með It's Friday. Það er mér þess að föstudagurinn 20. og 7. mars og þið er að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957. Styttist í Kára Stef, hann er rétt og mættur en sko það er komið tíma okkur eitthvað að það er búið að vera leikur hérna á FM 957 sem ég var næstu búin að gleyma, ég er svo kærlaus að segja frá. Þetta er leikur í samstarfi við Sleepy og það er búið að vera að gefa sko dínu og kotta og ég veit ekki hvað og hvað og það er komið að okkur að gefa í þessu leik og við erum að gefa, skal ég segja dínu og líka eru þau ég er svo lélur í þessu páskagjafabreið frá Keiluhöllum og ég veit ekki hvað og hvað og hvernig gefum við free shit? Stærst í þessu er þessi dína og Sleepy. Erum við að fara að opna fyrir síman? Er þetta alveg dína? Nei, því að þetta er leikur sem að þetta er Sleepy Original dína sem að við erum að gefa og við áttum að gefa vísbendingu hvar dínan er og það er eitthvað leikur átt að finna dínuna? Já,
Er ekki bara Rikki með hann inn á umfæðarlaganum og lauminu þar inn á milli? Nei, hún er ekki þar. Liggur á henni. Fyrir þá sem eru búin að vera að taka þátt í þessum leik í allan dag hér á FM, að þá er Sleepy Original Dina, páskaegg og gjafabrif á Keiluhöllinni. Okay. Þið finnið þetta á stað sem er með 4. bestu pítsu í heimi og á stað sem að maður sem að heitir C. Joe rekur. Og þetta er góð vísbending. Já, og ég ætla að gefa eina vísbendingu viðbót. Staðurinn sem þessi Dina er falinn er kostandi FM 95 blöð. Þetta er rosalega góð vísbending. Já, þetta er ekki bara að segja staðinu. Besti spottar landsins er þar og besti shaker landsins er þar líka. Helviti góð vísbending. Þetta er mjög góð vísbending. Það er að vera í pílu þarna og það er að fara í Keilu þarna. Og hvað, þannig að næsta mannski sem hleypur hann inn, það þarf eiginlega að vera eitthvað aðeins að fatta ekki hvað þetta er sko. Þannig að næsta mannski sem hleypur inn á þennan stað sér dínuna, Sleepy Dínu og en þetta er heldur stór staður. Ef ég er búin að fatta staðinn sem þú ert að tala um. Já, þú ert ekki búin að fatta hann, þá er eitthvað að þér. Þá er þetta allt of mikið af vísbendingu. Þá er þetta helviti stór staður í fermetrum. Þannig að það er ekkert gefins að finna dínuna. Nú er bara að koma sér á þennan stað. Það er einhver að taka hamburgersbegi núna og bruna hann upp eftir sko. Og finna þessa Dínu, páskaegg og gjafabrif Keiluhöllina. Það verður gaman að myndu takka okkur og FM á Instagraminu. Ég var til að sjá mynd af einhverjum á þessari Dínu. Já, sem finnur þetta. Herðu, það er komið að dagskrárlið sem er oftast mun fyrir í þættunum, drengir. Hann heitir Kortmyndur frekar, en við vorum með nýja liðin Þekki eða ekki á þessum tíma áðan. Og það er mjög skemmtilegt. Sveppi var með eina spurningu síðast í Kortmyndur frekar. En hann sendi mér, hann var eitthvað að keyra daginn, sendi mér 3 spurningar, þannig að hann á allar spurningar í Kortmyndur frekar í dag. Sveppi Krull. Það er rosalegt. Það eru vel veikar. Var komið í hann þegar hann? Nei, hann var að keyra hann, það var ekki komið í hann. Hann sendi mér alveg 5-6. Við áttum inni hjá hann munni, við byggðum hann út á borðum daginn og hann var einhverjum bömmir, hann hafði ekki skilað inn. Þannig að hann sendi mér 5, 2 voru það veikar, það gátt ekki verið þetta. Sjokkur. En ég valdi 3 sem ég held að megin og alveg heyrast í útvarpið. Eru tilbúinir? Kortmyndur frekar í búði Sveppa Krull. Fyrsta spurning. Kortmyndur frekar, vil ég vera með hjálm á hausnum í 2 ár? Þú sefur með hann, mátt aldrei taka hann af þér eða aldrei bara rífa hann af í heil 2 ár. Eða láta rífa alla neglurnar af puttunum á okkur. Guð minn almáttur. En það tekur sko 10 mínútur, meðan hjálmurinn er 2 ár. Og neglurnar kom aftur. Já, en rosalega það er örugglega helviti. En sko að sofa samt með hjálminn. Með hjálm er örugglega bont sko. Svona hálsinn er í mjög skrýtni stöðu. Með svona reiðhjóla. Það er mjög góður svona hálssársauki sem kemur þar inn. Og líka að séum þetta leikit. Já, fyrir ekki eftir hvernig hjálmur þetta er. Ef þetta er bara svona vennilegur reiðhjóla. Já, sko, reyndar ok. Þú veist, ef þetta er ekki svona reiðhjóla. Þetta er ekki mótorhjóla sem setur allan yfir hausinn. Þetta er svona mes, ok. Þá er þetta strax. En þú ert samt eins og hálfviti að þú ert ekki að hjóla með þetta. Já, ég veist, þú ert upp í rúmi með hjálm sko. Já, það er ekki gott, hvað heitir hann? Haywire, eitthvað heitir hann sem alltaf með hjálminn. Já, Chelsea. Nei, við kölluðum hann eftir og hvað heitir hann ekki? Já, við kölluðum hann. Jú, hvað var hann í Prison Break? Herðu, ég það svar. Herðu, ég hugsa að ég taki samt hjálminn. Og verður með hjálminn í 2 ár í stæðan og láta rífa þér alla neglunar af puttunum. Mér finnst það mjög ógeðslegt. Já, en það kemur þetta ekki frá Sveppa. Og reiðhjóli hjálm. En eru með hjálminn bara á okkur, ekki bara söfni, bara alltaf? Alltaf í 2 ár. En það fara ásótt í stundum með hjálm. Já, og líka bara maður pæla maður í sturtu með hann. Já, en hvað þetta fara á skarlið? Með hjálm? Þá þarf þetta bara að vera með hann. Já, þetta er hvað tekur langa tíma að taka allar neglunar af, þú veist? Enga stund, það er aðalega bara sásökin sem er að stríða þetta. Já, ég veit það. Og eftir það er ekki eins og ég sé allt í lagi bara tilhugsunin. Já, ég veltaði með þetta er bara hálftími og þú veist, og síðan er þetta bara búið sko. Nei, þetta er illt pottitt. Ok, hvað segir Egill? Ég tók hjálminn. Já, Egill er aðeins svo lengi að svara þetta. Neglunar, ok. Næsta spurning frá Sveppa Krull er hvort myndið frekar láta græða 5 putta á hausinn á okkur eða handlegg á bringun á okkur? Var Sveppi búin að kýla inn á rauða sko? Kom aðeins í hann sko. Sko, 5 puttar á andlitið á okkur. Nei, á hausinn, hérna. Já, en það var svona eins og bara kalkút. Já, hann var hugsað þannig, hann orðaði það með þess að þannig að það var svona eins og hæna. Handleggur á, bara settur á brjóskasanna? Nei, já, hérna á bringuna. Ég held að maður myndi velja fingurnar á hausinn. Fingurnar á hausinn? Já, og maður myndi ekki velja með handlegg, 3. handleggin út af bringunni. Nei, en ég held að það sé líka ekkert sexið að vera með putta. Já, þetta er bara 2 hræðilegir valmöðleikar. Það sem er erfitt við þessi keppni er þegar það var 2 hræðilega. Það er mjög létt að fara inn að leika ef annar er mjög létt. Ég er oft með derhúu, ég er oft með húu, vetur og þú veist,
Ég held að þetta sé alltaf puttarnir á hausinn. Ég vil geta góða svona facial mynd á grammið, þannig að ég ætla að taka handlegginn á brjóstið. Þeir eru ekki búin að vera sammála í fyrstu tveim, þá var það síðasta. Og þessi kemur, eins og ég sagði, frá Sveppa. Og nú leysi ég. Nei, alls ekki. Hvort myndið frekar, skilja við konun ykkar, koma bara heim og segja að þið viljið skilnað og þið viljið fara að gera eitthvað annað. Og kona ykkar og börn myndu flytja af heimilinu eða koma heim til ykkar og segja herðu ástin mín, ég ætla að fá mig píku, ég nenni ekki að vera með tippi lengur, þú myndu taka eitthvað tippið og setja píku á okkur. Ég myndi vilja fá mig píkuna. Já, ég sko fljótt svara. Já, þú veist, hitt versti valkosturinn. Ef þú kemur heim bara og familjan, bara bless. Ég ætla að fara að gera eitthvað annað. En kannski, það ég bara að lesa þetta nákvæmlega svo Já, sem mér finnst mér fyndið. En þú elskar liminaði sko? Nei. En kannski færi konan frá þér þú veist, hún vil ekki missa hann. Já, þú veist, ég held að hún myndi ekkert endilega fara. Við myndum finna bara út í því. Ég held að þig að svara, ef ekki að leifa henn að svara því bara sjálf. Já, við myndum spurða hana. Egil, ertu sammála? Já, sko missa familíuna, þetta alveg sko þetta krefjandi hjá Mushroom. Mjög krefjandi, alla 3 ár sko. Já, konan búin að segja mig að hún sé hætt í badengnum sko. Það komið gott bara. Þetta komið gott. Þannig að ég í rauninni hún bara sáttu 2 og segir heyrðu, hingað ekki lengra, ég ætla ekki að gangi í gegnum þetta aftur og þannig að ég held að þetta væri gott bara að retire. Ég held að hún myndi með þess að bara fagna því ef ég myndi segja, koma heim og segja heyrðu, ég að spæða að fá mig píku. Hún myndi segja bara, ég alveg tala, það er það besta sem ég heilt og bara takk kærlega fyrir að gera það. Hefur þú lítið áhuga að fara með þér upp í betan ef það er ekki fyrir börn? Nei. En þú veist, það er, þú veist, við getum við tvær með pjöllurnar maður. Ég ætla að vera sammála steinþóri hana bara. Þið takkir báður það. Þá, sko, að því að Kári er rétt ómættur, þá verði ég að það auglýsingar þessi ekki að trufla okkur eftir, ætli að henda okkur auglýsingar. Keyrðu það í gegn. Það má engar auglýsingar geta trufla okkur með Kári. Og svo er Kári Stef rétt og mættur ykkar. Held ég að þér að hlusta á FM 95 á FM 957 Dua Lipa með We're Good. Erum við ekki bara nokkuð góðir? Jú, við máttum við betri. En það er Kári ára að vera mættur í viðtalið, en hún er 17:29, hann átt að mæta 17:30. Já, hann er mjög stundis. Þú útilokum ekki að hann komi á næstu 50 sekundum. Nei, sko, Steindi er farin að opna fyrir honum. Já, en við veitum ekki hvort það er komin, það er skemmtilega við það, sko. Það verður rosalega að maður pakka okkur saman og væri bara ekki að koma. Já, ég held að sé alltaf að fara. Hann er endur að gata en professional. Jú, hann er mættur hérna og er að lappa í stúdíóið. Sæll vertu. Sæll og blessaður Kári. Þetta er maður sem kemur á slægin. Já, hann er stundvís og eina sem ég ætla að gera með grímuna, við erum í beinni bara svo við hann er gott bara hérna og til þér láta ykkur sjá eftir því hann ætlar að láta ykkur sjá eftir því Kári var að maður taka grímuna hérna, við erum ekki með COVID-félagarnir sko. Nei, hann sagði Kári lappaði inn og sagði eina sem ég ætla að gera að láta ykkur sjá eftir því að hafa bóðið mér ég sé strax eftir en hérna Kári, takk kærlega fyrir að koma bara geggja að fá þig. Já, verður velkomin í fyrsta sinn í FM 95 Blöð, Kári Stefánsson. Fyrsta spurning, hefur þú hlustað á þáttinn? Nei. Aldrei? Nei. Það er álfur skellur. Það er álfur skellur. Herðu Kári, við erum með svo lélegt stúdíó og því að dagskrárstjórinn, hann neitar að eyða peningum í mikrofónu, þú ert að tala alveg upp við hann. Já, við erum að setja hann upp að. Sko, þetta er eftir á hentugum tíma dags fyrir mig, þess að hlusta á þetta. Og að vísum finnst mér útvarp miklu skemmtilegri miðl heldur en sjónvarp. Sjónvarpið er yfirleitt svo pródúserað, þetta getur verið spontant, skemmtilegt, og svo ólstífu fyrir þetta. Faðir minn var fyrsta svona fjölmiðla súperstar á Íslandi. Nú það? Hann var Stefán Jónsson, var fréttamaður hjá Ríkisútvarpinu og bjóð til alls konar prógram fyrir útvarp. Ok, en þú er aldrei hlust á þennan þátt? Nei. Og einhvern veginn hef ég það tilfinningunni. Nei, ég má ekki segja. Jú, þú mátt segja allt hérna. Já, nei, ég má ekki segja. Ok. Ég sko, ég hef það tilfinningunni að þetta sé kannski svona nokkrum gráðum frá
flestum þeim áhuga málum sem ég hef sem þeir ræða. Já, ég held að setja ekkert láttur á því. Herðu, þú varst bólusettur í dag? Já. Og hvernig líður? Mér líður bara nokkuð vel. Ég verð yfirleitt aldrei slappur þegar ég er bólusettur. Ég hef farið í alls konar bólusetningu fyrir alls konar skrýtnum smittsjúkdómum þegar ég farið til Afríku og svo framvegis og ég fæ aldrei hitt af því. Ég alist upp í algjörum skorti á svona hita eftir bólusetningar. En er það algengt að koma í hiti eftir bólusetningu? Það er ekki óalgengt. Þú ert að fikta í ónæmiskerfinu, þú ert að hvetja það og það er ekkert óeðlilegt að menn fái smá hitavott og smá bólgu á stungustöð og svo framvegis. Og þú ert líka basically að segja að AstraZeneca sé í lagi, veist að þú leik sprautaði með því, er þú hræðsla við það? AstraZeneca bóluefni er mjög gott og ef þú ferðu ofan í þess sem hefur verið skrifað þessu bóluefni frá upphafi frá því að þau koma markað, þá eru eiginlega öll af þeim aukaverkunum sem að menn hafa verið að lýsa af AstraZeneca bóluefninu þeim er upphaflega lýst sem aukaverkunum af Pfizer bóluefninu. Síðan eru vörnin sem þú færð af þessu bóluefni er mjög svipuð því sem þú færð af Pfizer og Moderna, menn er að gefa út nokkur prósent mun að Pfizer bóluefnið veri í 5% meira og svo framvegis, en ég held að þetta sé allt innan óvissu marka, þetta sé allt saman mjög svipað. Egil, sko ég verða að segja rétt Kári að því að Egil, hann var mjög svalur í byrjun þáttar, vinnur okkar hérna á kantinum, hann sagðist alltaf að lesa ég ætla að láta það heyra það, sko, út af því að sko, þú ert alltaf að senda, ok, ekki þú Bitu, við skulum byrja byrjun. Einhvern tíman fyrir nokkrum árum þá lét Egil hafa það eftir sér að hann ætlaði að berja mig. kom fram á einhverju samfélagsmiðli og mér fannst þetta vísna skondið því maðurinn fættist ekkert, hann kemur til með að deyja ekkert og með allri sinni hegðun fram að þessu hefur hann sýnt okkur hinnum fram á að hann er ekkert. En okkur ætlaði þú að lesa yfir Kára? Ég ætlaði að lesa yfir Kára þetta, sko, það er búin að senda mig, sko, ég get ekki kent Kára um þetta. Nú vinn ég í líkasnáðstöð og nú kom ykkur 3 smitt daginn og Kári sagði að ég vildi skella öll í lás og þar leiði senda mig heim í stofu enn eina ferðina. Þannig ég velti fyrir mér, Kári, nú er þú í 650 fermetrum með 7 milljónur á mánuði, þeir skýt sama en þeir eru menn svo mig sem missa vinnuna við þetta. Er þetta ekki auðvelt fyrir þig og, þú veist, vant fyrir þig? Já, og svo mennum sem missa vinnuna þú skellir öllu í lás eins og þú sagður daginn. Sko, ég skelli engu í lás. Ég hef ekki vald til að gera nokkuð skapaðan hlut. Það eina sem ég gert er að tjá skoðun og ég held að þegar til lengri tíma er litið þá er verið að verja þig og það fólk sem að þú vinnur með. Það verður að sjá til þess að það sé ekki að benda fingri á ykkur og segja því það við breytt út smitt og svo framvegis. Ég held að í dag akkurat þá hefði þetta verið eða daginn þá hefði þetta verið mjög skynsamlegt vegna þess að þetta leit mjög mikið út eins og byrjun á 3. bylgjunni. Og ég ekki mistil með mér þykir mjög slæmt að vita til þess akkurat að líkansræktarstöðvar séu lokaðar, en þess að það fer fólk úr hreyfir sig, það er gott fyrir þeirri heilsu. Þú líka? Ég held að þetta sé að meða þeirra stofnana sem við ættum síðast að loka, en óskup einfallega núna þá er þetta býsna ókvætjandi. En mér finnst þess að þú hafi verið svolítið kannski ég er að lesa villast í það, menn finnst þú að vera svolítið harður í að segja að loka gimmunum snemma út af því að sko ég skal segja þetta, ef við hefðum, ég hef ekki verið að tala um gimmin sérstaklega og alls ekki þau umfram sundlaugar, ég held í fram að það sé að býsna skrítin ákvörðun að halda sundlaugum opnum og loka gimmunum, þetta er heimskuleg en ég held til dæmis að ef við hefðum gripið til harðara ráðstafana alveg í byrjun 3. bylgjunar eins og við gerðum núna þá hefði 3. bylgjan kannski ennst í 2-3 vikur í staðins að endast í 3-4 mánuði. Þannig að ég held að þetta sé bara spurningum hvenar og hvernig við viljum borga prísin og hversu háan prís. En er þetta gott umhverfi fyrir veiruna
í ræktin hátt til loft, skóð loft að stinga langt á milli fólks og sprittar eftir þig eins og sporthúsinu sem ég hef inn í það er ekki engin smitast þar inni og það koma 3-4 manns inn okkar einasta degi. Ég held í fram að gymmin séu mjög góðu staðir, ég held í fram að gymmin séu ekkert líklegri til þess að breiða út veiru heldur en aðri staðir, bara hvað svo sem þú dregur saman fólk í miklum fjölda þá eikur líkurnar á því að þetta breiðist út. Ég teiti sem dæmi að nú eru nokkur 1000 manns á dag að fara upp á góðstöðunum og nú þegar meiri segja... Erst þú búin að fara? Nei. Meiri segja þó að það séu utan dýra þá eru menn farnir að tala um að það séu smít að breiðast út. En ekki líta á þetta Egill sem aðföra því sem þú fast við. Ekki miskunum mig, ég held í fram að það sé feitkilega mikilvæg vinna í íslensku samfélagi að hjálpa fólki við að æfa sig eins og Egill er að gera og ég held í fram að þessi gym séu geysilega mikilvæg fyrir okkar samfélag og mér þykir gaman að horfa til þess að því ég fer til útlanda og tala við vini mína sem búa þar, það er miklu sjaldgæfara að menn nýti sér svona aðstöðin eins og við gerum hér. En má ég spyrja, talandi útlönd, hvenar, og svo gaman að geta, það eru svo margar spurningar sem við viljum spyrja, hvenar heldur að maður geti farið til útlanda og allt er eðlilegt? Bara hvenar heldur að vera sér búinn? Já, bara svona þannig að það sé orðið óhætt að ferðast bara á milli landa og hafa gaman. Sko, ég held að það sé, mér finnst vera líklegt að svona upp úr miðju ári á þessu ári? Já, þessu ári, framöndur haust þá verði hægt að réttlæta það að ferðast milli landa í tiltölu óheft. Ég vona minnstu kosti að hins vegar að við komum ekki til með að þvælast eins mikið eins og við gerðum fyrir þessa pest. Að vera að halda sko linnulaust að þvæla fólki fram og tilbaka heimindis að fara á fundi í ráðstefnunum sett og hitt þegar þú gæti nýttir þá teknológiu sem mann hafa verið að nýta upp á síkasti að hafa svona fjarfundi Zoom og Teams og þetta, það verður örugglega minka svona ferðalög fyrir vinnuna hljóta minka og fyrir mig sem er búin að síðan 1996 búin að fara yfir 500 sinnum til Bandaríkjanna að þá er þetta aldrei léttir að geta það ekki ég vonast þess að ég þurfi þess ekki framtíð. Hvað er upp á staðurinn í Bandaríkjunum? Eins og stendur það Los Angeles það sé á dóttur og þegar dóttur sinni það er ástæðin fyrir því þannig að ég bjóða í Chicago í 15 ár og í Boston í 5 ár þetta þá staðið mjög vel. Hefur þú farið til Vegas? Ég hef farið til Vegas á ráðstöðna að flytja fyrirlestur. Ekki á Blackjack borð? En hefur farið til Atlantic City? Nei, ég hef ekki farið til það er rosaleg borg. En þegar þú varst í Vegas, ertu gambler, Kári? Hefur þú veðjöru? Ég fór ekki spilavíti og ég er ekki mikill pókerspilari þá ég hef spilað svolítið og skil ég sér að póker er þetta sníðu spil blöðu spila við erum allir spilafíklar sko. En hérna, að því að við erum með fullt af spurningum okkur langar svo að spyrja það mörgum spurningum þannig að hérna, það er eitt með veiruna bara svona klára hana svolítið. Gerðu mig greiða, spurðu mig margra spurningi í einu þannig ég geti valið þá sem ég svara svo geti ég hlæft hinn. Ok, ég ætla að byrjum á því mér langar að spyrja einu út í veiruna eftir ég með 3 spurningar það ég væri reynda til að fá svöruðum öllum getur þú klóna mannesku? Er ein sko það er tæknilega ekkert mjög flótið. Gætur þú klóna mig ef ég myndi koma til þín og leifa þér bara krukki mig? Ég er ekki aðstöði á mínu vinnustæð til það en það er ekkert erfiðar að klóna þig heldur hund. Ólafur Ragnar klónaði Sám. Já þú gætir klóna? Það er tæknilega séð þá er það ekkert flótið. En er þið klónið alveg eins er þið klónið eitthvað En ertu á móti klónun? Mér finnst það afskaplega dapurleg hugmynd að fara að búa til fólk á þennan hátt. Hefur þið hitt klón? Ég hef ekki hitt klón, ég hef hitt einegja týpura sem að eru að öllum líkjendum mjög svipað líkir hvorum öðrum eins og klón myndi vera af þér ef þið verða sama aldir en einegja týpurur er ekki eins. Nei. Nú þarf þetta að vera alveg hreinskilin. Hvor myndi vinna í slag? Þú þeir eru 3 settir inn í búr og það er einn sem lappar út með meðvutund. Þú
Tom á búllunni eða Bjössi Leifs, vörklass. Eitt lappar út með meðvitund, hinn eru rótaðir. Sko, Tommy færi mjög snemma. Hann er ég hugsa hann myndi missa meðvitund bara við tilhugsunar. Hann á ekki breyk, Tom á ekki breyk. Það stend eftir þú og Bjössi. Já, sko, það allt undir. Ég hugsa við Bjössi myndi nú bara setjast niður og spila póker. Já, þið myndi bara setla þetta. Þið þekkist. Hún hafi vörklass í ykkur 20 pluss ár. Ég man eftir í felsmól. Nei, jú. Eða ekki? Jú. En eru það sanna sögur, Kári? Af því að maður heyrir svo margar sögur það saman með þig og Bó Halldórs og fleiri. Það er oft svona kjaftasögur. En ég heyri þennan sögur, mér langar svo að spyrja hvort þú sé sönn. Þú ert ofta að búlja menn í körfubolta og svona. Þú ert góður í körfubolta? Ég held að ég sé askaplega lélegur í körfubolta, en ég er gaman að spila á körfubolta. Ok, tapaður einhvern veginn í körfubolta og lofaðir þeim sem að myndi vinna að þú myndi bjóða honum á stjörnuleikin í Bandaríkjunum. Guðjóni. Já, er þetta sönn saga? Borgaður fyrir hann flug, hótel og inn á stjörnuleikin? Ég var það þannig, ég bauð honum á stjörnuleikin. Já. Ég hins vegar sko, mér rekur ekki minni til þess að ég hef tapað 11 sinnum fyrir Guðjóni, hann heldur því fram að ég hef gert það. Var þetta upp í 11? Þetta var í 11 leiki? Var þetta í felsmólunum? Já. Við hefum spilað 11 leiki one-on-one, maður spilur upp á 11 og tapar öllum, það er ekki öðlega liðið. Nei, það er sko Guðjón er með hrossaskipta. Guðjón hann er góður maður en minni hans hefur alltaf þótt heldur léleg. Herru, en talandi körfubolta, það er önnur saga þetta sem ég veit ekki hvort að mér langar að spyrja út í hana. Er rétt að fyrir nokkurum árum þá varst þú að vinna landsliðsmenn, detailað landsliðsmenn sem eru að spila með KR í one-on-one í körfuboltasalnum í vörklass? Og það var heiðalur. Hann dæsir. Jú, ég vann. Það var einn erlendur leikmaður sem spilaði með KR. Já. Sem ég pakkaði hann saman. Það vannst hann alltaf. Já. Hvað er styrkleikunum fyrir körfubolta? Ég held í fram að það stafa því að KR hafi verið ekki nægilega vandvirt í því hvernig það fekk sér erlenda leikmann. Því ef ég fann hann þá ég fann hann verið býstan lélegur. En varstu þá bara að tjakka tegin og hvernig fórst það þessu? Sko ég skal svara, ég sé Kára í korfu. Hann er fastur. Málið er að sko, það er ekki, þú þarft ekki að mæta honum og verið fastur á móti og þessi Káringar höfðu ekki leggja þessu þurfti þar sko því miður. Það er strítból. Ég Kári hann, hann, jú, olbóðnir er uppi. Horfðu, leifðu þér það munað að horfa á NBA körfuboltaleik í dag. Þegar ég var að alast upp þá var talað um körfubolta eins og liðsíþrótt án snertingar en horfðu á þess að menn hvernig þeir hlaupa hver annan, hvernig íta hverjum öðrum. Sko hluti af þessi er óskup einfallega bara að takast á við annan mann í leik og svo mann vinir þetta búið. Bara Íslendingar, þeir eru að læra að spila körfubolta. En ég verð að koma með eina spurningu aftur í bólinn. Af hverju eru við elda þetta ESB rusl? Sko þetta er sjálfsögð spurning að spurja. En þetta hljómar þannig að mitt ár þegar menn eru að fara að leita samningum til þess að tryggja sér bóluefni þá höfðu við ekki hugmyndum hverjir eru fyrstir á markað með bóluefni og það var óskup einfaldlega ekki djarflegt fyrir Ísland að reyna að semja sérstaklega út af fyrir sig við hvert og eitt af þessum fyrirtækjum. Þannig að ríkisstjórnin gerði það sem hún varð að gera. Það var bara sjálfsagt. Mér finnst eins og ekki sjálfsagt að ríkisstjórnin að vera að verja þetta klúður hjá ESB en þess að ég held í fram að þessi ekki hægt að lýsa eða öruð sem klúri en síðan tætti ég skrifa aftur og bak og spurði spurningarinnar sko hvers konar réttlæti er í dreifingu bóluefnum heiminn í dag. Vestræn ríki hafa keypt 95% af því bóluefni sem verður notað á þessu ári. Þriðji heimurinn fær næstu því eftir nokkuð skapaðan hlut. Okkur hefur gengið mjög vel að halda pestin í stefjum með sóttvarnaraðstofunum. Eigum við rétt á því núna að fá mjög mikið af bóluefna undan þessum fátæku þjóðum? En er einhver að spá í þessu að menn sé að trósa það röðum? Menn eru að spá í þessu og þeir eiga að spá í þessu. Er ekki bara örfáður ykkur 200 heimspekingar frá Akureyri sem er að spá í þessu? Nei. En finnst þér fólk allan heim er að gera það. En finnst þér ganga hægt með bóluefni á Íslandi? Já, ég vildi að það gengi hraðar. Enda Spútnik, hvernig er þetta Spútnik? Þetta er ekki interessant.
að halda því fram að hugsun réttlæti og jafnræði að það sé einhver gamaldags og vittlust og gerist bara hjá vittlustum heimspekingum og Akureyri, það þvæla. Okkur ber skylda til þess að hugsa náung. Já, en finnst þér ekki, er þetta ekki bara every country for himself, skilur, það hefur verið töluvert en það þýðir hins vegar ekki að við eigum að líta á það sem fordæmi síðan svo. Það er ofboðslega gaman að hafa hugsjónir. Sko, tilveran er umverulega þess verið að lifin en ef maður hefur tilfinningar til einhvers og hugsaunir eru fínar. En er eitthvað að töði í Bretum út af þeirra standa sér mjög vel, eru þeir að fá okkar töða sér að tróða sér fyrir röð? Í Bretar hafa farið býsna ill út úr þessari farsótt. Rétt. Og Bandaríkjumenn hafa farið ill út úr þessari farsótt. Þetta eru 2 þeirra ríkja sem hefur gengið vel að bólusetja. Bretar hafa notað sér töluverðan fantaskap. Þeir notað sér eigin bóluefni, ekki? Með því að raunverulega halda AstraZeneca í gíslingu því að höfðustöður þær í Bretlandi og mitja framleiðslu og ímyndu ykkur Bretar eru gamla nýlendustjóðin og þeir tala ennþá the Commonwealth en þeir hafa sinni sem þeim beri engin skylda til að hjálpa gömlu nýlendunum að fá bóluefni og mér finnst það fyrirlítlegt. Sko, við verðum að fara í auglýsingar, við verðum ekki að sleppa Kára því ég ætla að henda honum í hraðaspurningar sem við ætlum að kynnast þér aðeins betur hérna Kára eftir smástund, við tökum smá auglýsingar, það verður ekki einu sinni lag og svo höldum við áfram með Kára Stefánsson og hann er ennþá hjá okkur hérna Kári Stefánsson og það er áður ég missum með hraðaspurningar og kom meitt hérna Kári, sko hversu nálægt því vorum við að landa þessu Pfizer dílundaginn hver skeita á sig á sem fjarfundi var það fjarfundur eða kom Pfizer og getur þú reddað þessu díl aftur, takk og það farið styttu, ég græði styttu þér viltu ekki styttu það? Nei, sko það sem eyðilagði þennan díl við Pfizer var að það voru engin tilfelli á Íslandi. En var þetta fjarfundur eða komið þeir? Það voru allt saman fjarfundur. Sko hugmyndin var svo réttlætingin á því að láta okkur fá bóluefni var svo að úr þessi yrði tilraun sem sýndi í smáatriðum hvernig þetta bóluefni virkar. Það er ekki að hægt að sína hvernig þetta bóluefni virkar nema þessi einhver tilfelli. Ekki gætu við panta tilfelli gegnum Amazon. En ég held þetta að væri miklu meira bara bólusetja þjóðina og hleypa svo öllum inn og sjá hvað myndi gerast þá. Já, nei, sko, hugmyndin var svo að bólusetja þjóðina og fylgjast með því hvernig veira myndi breiðast samfélagið. Hugmyndin að opna landið og hleypa öllum inn gæðjaðist þeim ekki að þeir voru ekki vissum að það myndi vera hægt að hleypa fólki inn þó svo við myndum opna. Vilt þú loka landinu? Hvað sagðirðu? Vilt þú loka landinu? Ég held að það sé erfitt að loka landinu meira en við höfum gert núna. Ég held að við gætum ekki þola meiri lókun hérna, síðasta veiruspurningin áður fyrir mér hraðspurninga þar og ætlum að kynast þér betur Kári hérna, það er eitt sem er búið hérna, þetta gæti verið mjög heimskuleg spurning með þess að ég veit það ekki, ég ætla að spyrja það það er auðvitað margir að hugsa þetta þú veist, það er alltaf að koma einhver svona ný afbrigð af þessari veiru, breska hérna, afbrigði og þetta, alls konar afbrigðinni svo er hérna, var ég að horfa á okkur 60 mínúna þáttum að þessi komin af einhverjar hérna, útgára af þessari veiru sem bóluefni býti ekki svona á og fleira ég er að spá, þú veist hvað gerum við ef þetta verður bara svolítið never-ending story mun koma mómenta sem er þá bara nú er þetta bara þannig að það er bara nú tökum við bara verða allir bara að halda áfram hérna og taka þetta á kassan það er mjög ólíklegt að það endi þannig við höfum töluverða reynsla því að takast eða horfa á að faraldra veirusjúkdómum og það vill þannig til að veiran þegar hún stökkbreytist þá liggur hennar hagur í því að verða sem skaðminnst og breiðast út sem víðast ef að veiran drepur fólk í massavís þá hverfur möguleiki veirunar á því að halda áfram þannig að veiran græður á því að veit hún það? Hún veit ekkert þannig virkar þróunin það er að segja að ef að veiran getur fjölgað sér og flussi á milli þá heldur hún áfram að vera til annars hverfur hún og í stökkbreytingin er venjulegi þá átt þess vegna að hún verður skaðminn og skaðminni
Þannig ég hef ekki áhyggjur af því að það verði neverending story. Ég hef áhyggjur af því sem gerist milli dagsins í dag og þess tíma þar sem þessi veira hættir að með okkur. Gætir ekki tekið eitt örstuðt símtali Pfizer og sagt þeim að þessu komið smá smitið upp heima og nú er þeir búnir að fá þær upplýsingar sem þeir hefðu geta fengið frá okkur. Þeir gerðu stóra tilraun í Ísrael. En þeir eru búin bara með 50% af þjóðuna eða eitthvað, það er búin með miklu meira. 50%. Þannig að það er dautt, þetta segja þessi dautt. Þetta er dautt. Því ég var að hugsa að Pfizer-dilling væri mögulega ennþá on. Já, það væri góð fréttir. Því miður þá Ertu í hlutabréfuna, Kári? Nei. Ekki? Ef þú ætti bréfin, væru með diamond hands eða paper hands? Nei, sko. Myndur þú halda bréfunum? Rauða dögun, myndur þú halda það? Staðrendin er svo að ég er svo nóg mikill sko spilafítil til þess að vera í hlutabréfum. Við erum fárveikir spilafítil. En talandi um að kynnast Kára, hann er ekki í hlutabréfum, en ég ætla að spyrja Kára, hvað er uppáhaldsmaturinn? Mér finnst steikt lúða að vera góður matur. Steikt lúða, aldrei fengið þetta áður, þannig að það er gaman að heyra. Það er mjög káralegt svar sko. Hvað er besta bíómynd allra tíma? Hvað kemur upp í hugan? Besta bíómynd allra tíma. Þetta er erfið spurning. Það er ekkert rétt og rangt í þessu. Nei, bara hvað kemur svona upp í hugan? Hvað hugsaðu fyrst? Það er alls konar bíómyndir sem ég hef haft gaman að horfa á. Ég hefði gaman að horfa á það er svo maður, ég ekki spyrja með svona flókina. Grínmyndir eða dramamyndir eða? Nei, ég bara Það hljótt að koma að það fekk einhver erfiða spurningu. Já, í sjálfum sér er þetta ekki erfið spurning, vegna þess að bíómyndir er ekki sko, ég er engi sérfræðingur í bíómyndir. Spyrjum með bókmyndir, þá get ég sagt ykkur hvað minn finnst. Hvað er uppáhaldsbókin? Uppáhaldsbókin minn þessa stund er bók sem heitir Hamlet. Hún er skrifað af konu sem heitir Maggie O'Farrell, kom út á síðasta ári og það saga, hún skrifa skáldsögur sem fjallar um fjölskyldu Shakespeares og hún býr til eiginkonu Shakespeare sem er konan að baki Shakespeare, mögnuð kona, alveg galdra kona og þau eignast tvíbura í strák sem heitir Hamlet og stelpu sem heitir Judith. Og þegar þau eru 11 ára þá veitist Judith af svartadauða. Hún er í þann veginn að deyja. Og Hamlet, sem er samnefni fyrir Hamlet, hann getur ekki hugsað sér að lifa án systur sinnar. Hann getur ekki hugsað sér og segir, ef annarkvort okkar á að deyja, þá vil ég deyja. Og hann myndi eftir því að þegar þau voru lítil, þá stíftuðu þau oft föt og plötuðu foreldra sína, þau þekktu þau ekki hvort frá öðru. Svo hann klæðir sig í föt systur sinnar og leggst upp í rúmið systur sinnar til þess að plata dauðan. Og hann texta og hann deyr. Og systurinn lifir. Þetta er eins og beint út úr leikrit eftir Shakespeare. Og þau byggu á Stratford upon Avon sem er svona 2 tíma reið frá London. Og Shakespeare var sífellt í London og sett upp á sviði leikrit og skrifa leikrit. Og en kom bara af og til heim, en eftir dauða Hamlet þá kom hann ekki heim í meira en 1 ár. Nema hvað, svo best honum í hendur leikskrá frá leikriti sem að eiginmaður hennar hefur skrifað sem sétt Hamlet. Hún var alveg öskureið, hvernig dettur honum í hug að skrifa leikrit látin son okkar á þess að láta mig vita, á þess að bera það undir mig. Og hún hoppar upp á hest, fær bróður sem til þess að fylgja sér frem til Lunduna og þegar hún kemur inn í leikhúsið þar sem að eiginmaðurinn vann, þá eru þeir að byrja að sína Shakespeare og Shakespeare byrjar á því að sína Hamlet og Hamlet byrjar á því að faðir Hamlet er dáinn og kemur fram sem draugur og þá allt í hún áttar Agnes eiginkona hans segja því að hann hefði skrifað leikrit til að láta sig deyja en son sinn lifa og þar með voru hann fyrirgefið. Sagan er alveg stórkostlega falleg og geysilega vel skrifur. Já, geggja, það var að lesa bókina þetta. Það segja okkur um það var að beintum að bóka saman. Ein léttari, í hverju sefuru? Ég sef í náttbuxum. Náttbuxum? Síðum náttbuxum. Okay. Með teygju niðri?
með teygju. Já, bara svona teygja niðri? Nei, það er engin, Þarf það breytt upp? Ég á nokkra versjónir af þessu og ein með svona svoklum teygjum. Já, teygja niðri er alveg krúsel í þessu. Hvað fyrir mest í taugarnar, Kári? Hvað fyrir mest í taugarnar á mig? Það er svona... Við? Ég held að það sem fyrir mest í taugarnar á mér er svona eigin leti. Já. Það pirrar mig ekkert meira en þegar ég nenni ekki að reyða mig, því ég nenni ekki að vinna, því ég nenni engu. Svo fer leti annara í taugarnar á mér og ég verð að viðkenna það að þegar að leti annara fer í taugarnar á mér þá býr það til meiri háaða hjá mér heldur en mín eiginlega. En ég held ég aldrei farið, nú vinn ég í sportasunni, ég var alveg farið vörklassinu á milli, ég aldrei farið og þú ert ekki að rífa í járnina. Hvernig ekki sattu þetta latur þá? Hvernig bekkur er núna? Hvað tekur bekk núna að staðna? Já, hvað tekur í bekk? Á nú einn spurningin hérna. 200 kíló. Þú vann að gefa eitthvað eftir þar eða? Sko, ég hef aldrei haft ástæðu til að berja mér á brjósti út í hvað ég get tekið í bekk. En það eina sem ég veit er að ef Egill myndi einhvern tímann reyna að standa við þá hót svona reyna að berja mig þá fær ég hann út með þetta. Bara í eitthvað góðgerðamál. Ég við að kenna, ég myndi ekki fara vel út af því. Nei, áttir upp á sliði ensku, fylgist ensku fótbolta? Sko, þegar ég var að alast upp þá heldum við strákarnir með Manchester United. Það var George Best. Þú varst að skora steg hjá strákunum. Gast ekki svara betur, ég ætla ekki að leyfa að breyta þessu svarin eitt sko. Þessi hérna kemur frá hlustanda. En ég ætla að segja að sá fótbolti sem ég hef haft mest gaman að ég horfa á ævina og er ekki mikill áhorfandi á fótbolta er Barcelona þeir voru upp á sitt besta. Það var eiginlega munurinn á þeim og öðrum fótboltaliðum var munurinn á íþróttum og list. Við getum tekið undir það. Vesta United lenti illa í þeim á þessum tíma. En þessi hérna kemur frá hlustanda. Ég spurði á Twitter hvað fólk vildi spyrja Kári og það vita flestir að þú ert mikill körfuboltunnandi. Hvort er það LeBron James eða Kobe Bryant? Hvor finnst þér betri leikmaður? Michael Jordan. Mjög gott svar. Það er ekki flókið. Stránkæðilegt sér. Hvað drekkur á djamminu? Ég drekk vatn eða kók. Drekkur ekki? Nei. En þegar þú drakst og hvað var svona góð drykkur? Ég get ekki sagt þér hvað ég drakk en þegar ég drakk þá drakk ég illa. Já, við kannustu það félagarnir. Þá er það hérna ein frá hlustandi líka. Hvað kveikir í Kára Stefánssoni? Það sem kveikir í mér finnst alveg óbóðslega gaman því ég fæ tækifæri til að umgangast barnabörnum mín og börnum mín og mér finnst ofsalega gaman að hlusta á góða tónlist. Ég hef ofsalega gaman að lesa góðar bækur. Mér finnst gaman að fara út og ganga. Það er alveg sérstakt við að ganga út í náttúrunni og það er alveg óbóðslega gaman að hitta skemmtilegt fólk. Og síðasta fyrstu greindaðistöluðina? Síðast þegar ég gáði að þá þurfti ég að nota stakkunaglir til að sjá hana. Getur þú sagt eitthvað hvað hann var síðast þegar þú kíktir? Nei, vegna þess að þráttur í stakkunagleri það fannst hún ekki. En sko, þetta er í fyrsta sinn langa tíma sem við erum komin langt fram yfir tíma. Við erum búin að komið 18.02. Við erum komin yfir tíma. Ég gæti enda með geggjaðan gestur. Sleftu Kári, ég gæti sittið hérna með þér í 2 tíma. Heiður að fá þig í stúdíóið. Gætirðu grætt leysirbyssu á kind, Kári, ef þú fengir bara tíma og grænt ljós? Að græða leysirbyssu á kind? Já, bara þú veist svona á öxlin á henni eða á ennið á henni, hún gæti skotið. Takk fyrir þetta og búið að ganga vel Steindi. Hann getur Hérna er hann loksins farin að spyrja einhvað sem skiptir máli. Íslensku kindina hefur alltaf vantað leysibyssu. Þessum orðum hverjum við í FNÍ blöð hér í dag. Við verðum mættir næsta föstudag langa enda erum við vinnu alkar drengirnir. Við heyrumst næsta föstudag. Ég á að tala dónalega við Egil í næstu viku. Það er í næstu viku. Takk fyrir hlustununa og góða helgi kæru hlustendur.